fréttir hér á Samstöðinni. Hjá mér Sigurjón Magnús og María Lilja. Við viljum að fara yfir fréttir dagsins. Það gaus á Suðurnesjum. Enn áttur. Það byrjaði miðjanótt. 12. gósið. Já. Það var komið svona viðvörun hérna áður maður fór að sofa. Já. En meiri hjá Maríu því hundurinn búin að vera óstýrilátur í 2 sólarhringa. Hann alltaf svona fyrir gos. Segja Sigurjón þetta í gæri að hundurinn minn hann verður alltaf svolítið svona ómögulegur. Hann búin að taka upp á því núna síðustu nætur að svona brjóta sér leið inn til mín á nóttunni og vill sofa helst upp í sem að ég ekkert voðalega hrifin af. En ég er búin að vera agalega pirrað á honum greyinu sko. En svona er þetta bara. Hann skynjaði þetta. En þetta ég man ekki númer hvað þetta gos og þetta svona langt frá byggð. Sprungan ekki að leiðin til Grindavíkur. Nei. Ekki heldur yfir Keflavíkurveginn. Nei. En það komu svona einhverja gufur og einhver leiðindi yfir fólki í Keflavík og Njarðvík. Já, það gerir það. En ekki til Grindavíkur. Nei. Og fólk þar freka pirrað að hafi verið sendt út úr bænum. Já, og líka sáum við það átt að vera mistaramót þeirra í golfi en það var bannað. En sem náttúrulega gósið svolítið langt frá golfvöllunum, þannig ég skil alveg pirringin í þeim. Já, það eitt sem mér þótti áhugavert í fréttum að þessu í dag, en það að tjaldsvæðið við Grindavík, það var rýmt og það var rýmt í þvílíkum hvernig að fólk fékk ekki að taka saman eigur sínar. Þannig að það fullt af á tjaldsvæðinu fullt af verðmætum eignum, tjaldútbúnaði túristana sem voru þarna á þessu svæði. Ekki búin að koma eitthvað seinna í dag? Jú, svo fengu þau að koma aðeins seinna inn og svona tína saman en þetta var gert í svona miklum hvelli á meðan að kannski bærinn var ekki rýmdur í jafn miklum hvelli. Já. Það voru einhverja viðvörunarbjöllur, sagði eitthvað túristinn sem hann vaknaði við mikinn áhuga. En já, þetta er 12. Gósið og eins og hafa verið síðustu skipti þá fer þetta á stað með miklum trykki en svo svona dregur úr því í dag. Já. En hvaða verður, veitum við ekki, það búið að opnast önnur sprunga, þannig að það Það var nú eitthvað deilt það, einhver jarðfræðingur var að segja að það væri eiginlega sama á sprungan ég man ekki hvað það var, en það voru líklega þetta að sækja upp á sama, en það kemur á eftir Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur, sem að ég hef sagt að hugsar eins og eldfjall, þannig að þið getið spurt hann að því. Það Grindvíkingar sem hafði sambandið með frétti að hann ætlaði að koma hingað, Þorvaldur. Og sagði þau verið að spyrja hann að því hvort það geti verið að kvika núna komið einhvers annar staðar enn úr Svartsengi. Af því að þar sígur ekki land, heldur bara áframhaldandi vöxtur. Þannig hvaðan í veröldinni kemur þá kvikan, spurningin. Svo kemur til okkar líka í þessu Dagmar, nú mæni ég augnablikinu hvað stótturinn en sem rekur gistihús í... Dagmar, hún Valsdóttir. Já, það ekki, já. Og hún kemur og hún rekur veitingahús þarna. Ég veit að henni svíður svolítið þetta sem að búið að vera að gera í fjárhagsaðstóðir og svona fyrirtækjaeigendur hvað hefur verið skildir eftir. Held ég alveg örugglega. Það við bentum á það í upphafi þegar komu eldgos nærri Grindavík að þetta ekki bara hamfarir, náttúruhamfarir, en þetta kannski ekki eðlilegt að tala bara alltaf við jarðfræðinga. Heldur auðvitað náttúrulega miklar mannlegar hamfarir og sveitafélagi Grindavík og mannfélagi þar hefur náttúrulega gengið í gegnum. En ég ætla þá að segja líka, ég búin að tala við nokkuð marga í dag, Grindvíkinga, og niðurstaðan eiginlega þessi að, fólk vill helst ekki koma, tala opinberlega, því að eitt orð getur verið mistúlkað og verður svona leiðinlegur andi í kringum það sem að kannski óréttlátt og annað og fólk bara kæri sig að lenda í þannig farauðri. Já, það svolítið þaninn svona bógin í Grindavík. Herðu, en talandi Sanda Boga, þá fréttin sem var bara detta inn núna að öfugt við það sem við sögðum að við vorum svona í að því og ég held að við látum gabbast svolítið af því að heyra í svona stjórnarþingfólki þegar var verið að loka þinginu að ráðherra myndi finna
Hanna Katrín myndi finna eitthvað ráð til þess að framlengja strandveiðina. Hún sagðist þeir búin að finna 1000 tonnin. Já, og hún var búin að því sko. Það í dugar ekki, það klárast bara á morgun og Fiskistofa ætlar að loka. Og eftir því sem að fréttirnar núna þá bara ekki lagastóð fyrir það að ef að þingið afgreiðir ekki lög þetta, þá getur ráðherra ekkert bara verið að afgreiða allt með einhverju reglugerðum. Þannig að strandveiðiflotinn hann fer í bæinn í land á morgun og þá mun eitthvað heyrast, held ég. Já, og mér annars ég annarkvöld. Við hljótum að ná í eitthvað góða strandveiðimenn til að tala við okkur. Já, þeir voru á Austurvelli að lýsa við stuðningi við ríkisstjórnina. Já. Þannig að þeir hafa trúað þessu að myndu afgreiða þetta og við trúðum þessu, við töluðum við fulltrúar Flokks Fólksins og létu svona eins og þeir var að ná þessu í gegn og þegar við vorum að fara yfir málin sem að ríkisstjórnin náði ekki í gegn og þá nefndum við þetta frumvarp en við sögðum að líklega myndi það ekki hafa áhrif á þessa vertíð að við trúðum þessu. Já, ég meina það var alltaf að tala um þetta væri ekkert mál, þetta væri bara reglugerð. Bara svona viðauki, bara tímabundi viðauki en það virðist ekki vera til lagastoð fyrir það. Herðu, við höfum svolítið verið að tala svona áróðurinn sem eftir lokum þingsins, hver á að vinna, hvað umlega gerðist og við tókum núna svona, við höfum ekki oft gert að tekja svona greinar, það grein á Vísi eftir Heiðrúnu Lind Marteinsdóttur, þar sem hann að tala einmitt gegn því að ráðherra framlengi eða auki við strandveiðikvótann. Og hún heldur það fram, rökum að þetta sé sóun, að það sé verðminni fiskur sem veiddur í strandveiði og verði minna úr afurðunum sem þar koma. Þetta alrangt og þetta margsinnis leiðrétt við Rauðaborðið og með þess Arnar Atlason sem formaður í samtökum fiskvinnsla sem ekki útgerð og sem að kaupa alltaf markaði, að hann segir að þetta bara besti fiskurinn. Þetta besti fiskurinn og þetta sá fiskur sem að gefur okkur mestu verðmætin. Þetta fiskurinn sem allir vilja kaupa í útlöndum en það sjáu þið að þegar verið að auglýsa íslenska sjávarútveg þá alltaf mynd af strandveiðibát. Það aldrei mynd af togara. Af því að almenningur út í heimi vill ekki kaupa togarafisk, hann vill kaupa handfærafisk af því hann veiddur þann daginn, hann veiddur í friði við náttúruna. Ekki náttúrulega við greiði fiskinn sem að beita á öngulinn, en hann skrapar ekki botninn og fer ekki illa með hann eyðir ekki jaft mikið af olíu og þetta svo veit fólk það líka, þetta samfélagslega vænar veiðar. Þannig að ég bara vildi benda á þetta að áróðurinn heldur áfram og þetta byggt af einhverju, nú manni það ekki alveg, ég held að segja eitthvað 2005 eða 2006 og gerði eitthvað rannsókn sem að benti til þess að þarna væri verðfarið með afla en það var áður en að voru konar klakavélar og eitthvað fleiri borðu í allar hafnir. Já, fyrst þetta byrjaði, þessar veiðar, þá fóru margir sem höfðu ekki verið til sjósjapur og það var svo illa blóðgaði fiskurinn. Já, þeir voru jafnvel skemman með að kunni ekki að blóðgan. Og svo það náttúrulega þú ert að segja þetta fyrir 20 árum sko. En SFS heldur bara áfram að vitna í sömu skýrslunum sko. Ég sé regg augun í að það hefur eitthvað svarað henni bara núna. Nokkri sem hefur bara fyrir stuttu en ég meina þeir tala að Hanna Katrín Friðriksdóttir að henni takist að tryggja áframhaldandi öfluga strandveiðar. Þeir eru að svara Heiðrúnu Lind. Já, en það bara komið út núna. Við verum að trúa Ríkisútvarpinu að segja það frá Fiskistofu að þeir hafi að fara á ráðuneytinu að það verði ekki sett reglugerð þannig að það verði stöðvað strandveiðar á morgun. Vonandi leiðréttum við það bara á morgun að verði strandveiðar á morgun. Já, annars verðum við að heyra í ykkurum af þeim 800 skipstjórum. Stundum óvissa í fréttum. Á svona bátu kallast menn formenn, ekki skipstjórar. Já, það. Ég veist það ekki. Það frétt frá Norðurlandi sýknaður af ákæru nauðgun. Ekki hægt að sanna ásetning. Lásuðu þessar fréttir? Nei, ég gerði það. Það atvikalýsing. Já. Það sem að maðurinn tekur konuna hálstaki og hann hefur við hann að enda þar smök. Hún með mikla áverka og í miklu sjokki sem hann fer. Hennar framburður alltaf stöðugur, allt sem bendi til þess að hennar frásögn sé rétt, en það hins vegar ekki hægt að sanna að maðurinn ætla sér á nauðgunni. Já, því hann sagði nei. Það eitthvað óvart.
Hann reyndar segir það sambandi við endaþarfsmökin að það hefur verið myrkur og hann hefur ekki alveg vitað hvað hann var að gera. Þetta við ætlum að fá hérna á mánudaginn. Ætlum við að fá Guðnýju Bjarnadóttur meðal annarra til þess að koma og ræða aðeins við okkur um þessa stöðu sem eru upp í kynferðisbrotamálum við erum einhvern veginn að sjá ítrekkað frávísanir og svona uppi svolítið erfiða stöðu þórelda. Hún ásamt fleirum alltaf marsera í druslugöngu eftir 2 vikur. Tæpar. Og við ætlum að fara svolítið yfir þetta, en þetta er staðan, þetta er það sem er búið að vera að benda á í mörg ár og að það þurfi að verða einhverjar svona úrbætur á dómskerfinu því að það gengur auðvitað ekki að það er ekki hægt að snúa sönnunarbyrði við í neinum málum en það hlýtur að vera hægt að tala fyrir einhverjum öðrum lausnum. Það er bara, þetta getur ekki gengið svona upp. Nei, og ég held að segja bara meginþorri almennings sé eitthvað starf á þeirri afstöðu. Já, og svo var dómara sagt líka, það verður að vera sönnun, eftir sittur samfélag þar sem að er bara grunur mikils meginþorri almennings að menn komist upp með nauðgunarkonum. Og af því að kerfið er bara þannig að það sé erfitt að orða á móti orði. Og þá er spurningin, þarf þá ekki bara að smíða eitthvað annað kerfið? Jú, það þyrfti eiginlega að vera einhvers konar svona til hlýðar við þetta. Ekki að lifa við þetta. Nei, þetta er alveg... Einhverju getur sagt að við getum ekki lifað við það sem verið að dæma einn saklausan vegna þess að við náðum 99 segum. Við getum ekki lifað við það, segir ykkur. En við getum heldur ekki lifað við ástandið eins og núna. Nei, það er alveg rétt. Það þarf einhvers konar úrbætur. Leitum að lausninni. Talandi svona langarandi ágreiningsmál, þá kemur frétt beint ofan í það mikla deilur í kringum útgerðina núna. Sjómenn kalla eftir skýringum á mun á makrílverði milli Íslands og Færeyja. Og það er ef þú landar makríl á Íslandi þá færðu kannski 115 krónur fyrir kílóið. En ef þú gerir það í Færeyjum þá verður 230 krónur. Svo nú fyrir sjómenn. Hvernig stendur því? Fara íslenski sjómenn svona illa með makrílinn að... Nei, þeir kom ekkert við hann. Nú hvað, en af hverju er... Hann var á dælt beinir í lesta. En af hverju er þá miklu svona lægra verð á Íslandi heldur í Færeyjum? Já, af hverju heldur? Ég spyr. Já, það er svo augljóst að það er til að lækka laun sjómanna og borga minni hafnargjöld og þetta er bara það. Og svo eru meira þess að íslenskar fiskvinnslur eða verksmiðjur sem er að borga útlendingunum hærra verð heldur en íslendingunum. Og þetta er búið að viðgangast árum saman. Ef færeyskur bátur myndi hætta við að landa í Færeyjum og myndi landa á Íslandi, þá fengi hann 240 krónur. Er þetta vegna þess að það eru sömu mennirnir sem eiga útgerðirnar og bátana? Þannig að þeir geta stýrt þessu svoleiðis. Já, þeir ráða hvað er. Þeir sem að tapa á þessu eru sjómenn og þeir eru náttúrulega hvert yfir þessu. En það er líka sveitarfélögin tapa á þessu. Af því að hafnargjöld eru miðað við aflaverðmæti. Og svo líka útsvarstekjur af sjómennunum og líklega verksmiðjan er ekki með tapi og þetta er flutt út eitthvað. Það er bara samfélagið heilt tapar á þessu. Þetta hefur við vitað. Og við líka bara. Það er það sem þetta er ránt. Þetta höfum við vitað ansi lengi. En það er samt ekkert gert í þessu. Nei. Heldur að þessi umkvörtun Valmundar, hann er nú formaður sjómanna sambandsins. Það var nú fleiri verið að benda á þetta, velstjórarnir. Sá duglegast í þessu, Guðmundur Þórn Ragnarsson sem var formaður VAFM, vélstjóra málumtæknimanna, hann fór bara í heljarinnar, hann hefur talað um þetta hjá okkur endar, hann fór í heljarinnar herferð fyrir þessu og hlaut náttúrulega víða bátt fyrir en lét ekki segjast og hann benti á þessa mismunun og hann var búinn hann aflaði sér verðið í Færeyjum og Noregi og alltaf í öllum dæmum var eitthvað svona tala, svona skakkur samanburður. Hann er bara þannig. Já. Sami sjórinn, sami fiskurinn. Við verðum að finna leið til þess að... Það er nýjast að þetta var ekki, makrillin var eitthvað neginn, þau fóru í smuguna fyrst, þegar makrillin var þar, og það var lengri sigling til Íslands heldur en til Noregs með aflan og þá hafði hann eitthvað látið á sjá á leiðinni, en það mun aldrei helmingi, það bara kemur ekki til greina. Við verðum að finna leið til þess að fjalla þetta, því að þetta kemur alltaf reglulega fram í fréttum.
og svo bara hverju verður úr fréttum og það bara gerist ekki neitt. Það svo stjórnvöld hafa engan á þessu máli. Nei, ekki hingað til alveg. Nei, bara sjávarútvegsráðuneytið, hvað það heitir í dag. Jó, við erum reyndar sko núverandi ríkisstjórn, hún var miðað við 80%, ætlaði að taka bara 100% miðað í Noreg og fór með henni 80%. Hvernig það verður svo framkvæmt, ég veit það ekki. Já, það eins og með þetta uppsjávarfiskur og þá má nota viðmiðun á markaðsverði í Noregi. Já, 80%. Af því að markaðsverði á Íslandi þykir óhæft. En það bara til þess að ríki geti ekki veiðigjöldin. Sjómennið fá ekkert meiri útborgað út af því. Jú. Nei, það bara útreikningurinn á veiðigjöldunum miðast við verði í Noregi. En það ekki þannig að það þeim sem sé skylt að landa með við markaðsverði í Noregi. Það ekki í þessu lögum. Já, minnar það? Já, það ríkir bara hugsa sig. Já, sem það ríkisstjórnin skili sem sagt sjómennina og litlu byggðarlaun út á landi bara eftir. Já, þetta snýst ekki það. Þetta snýst bara að ríki fái þannig að sjómennin þurfa sjálfur þá að berjast fyrir sínu. Já, herðu, það er vissni aðra greina því að mér er svolítið skemmtilegt svona þegar það er svona rosa átök og það er hann Elliði bæjarstjóri í Ölfusi sem er eitt af þessum sveitarfélögum sem hafa stórlega tapað á kvótakjörinu. Þannig að Ölfus var eiginlega byggð upp af samvinnuútgerð sem að kaupfélag á Selfossi byggði upp. Byggði öfluga, bara eiginlega bjuggu til Ölfus. Nú sá kvóti allur farinn og löngu seldur úr samvinnuútgerðinni og allir búin að selja kvóta eftir stendur Elliði alltaf reyna að fá vassverksmiðjur og eitthvað svona alls konar dóttir í. En hann stígur núna fram og rosalega reiður út í ríkisstjórnina að hafa brent 230 milljörðum með því að sækja 7 milljarða. Ég veit ekki hvað ég að útskýra þetta en þetta er markaðsvirði á hlutabréfum í þessum 3 sjávarútvegsfyrirtækjum sem í Kauphöllinni. Þau byrjuðu að lækka þarna því að þeim minna lónan kom ekki. Þannig að til að síldarvinnslan er gríðarlega háð lónunni og þannig að það er lækka út af því og það er líka verðbólga og efnahagshorfurnar ekki sérlega góðar en verðið lækka. En hann vil þýða þetta yfir á bara alla útgerðina og þannig að það hafi raunverulega fallið í verði 230 milljarða eign þeirra sem eiga útgerðina. Já. En við getum þá sagt að móti, ég meina, who cares? Ég meina þótt að þeirra mat hafi lækkað. Því það væri hægt að halda fram með sama hætti að við myndum bara lækka laun helming, lækka laun sjómann helming, að þá batnar hagur eigenda útgerðarinnar og þeir geta borgað sér meiri arð og þá hækkar verðið á þeim í Kauphöllinni og það er þar alveg góð tíðindi, samkvæmt Elliða. En það er náttúrulega hryllileg tíðindi og samfélagslegur bara hryllingur ef það er verður. Já, en hann er líka að tala hvað lífeyrissjóðirnir hafa tapað til þeir eiga í þessum... Já, eitthvað í þess að skýla sér á baki það eins og þessi almenningu sem á þetta. Björn Leví, hann svarar þessari greinu hann talar að þetta sé flóknara orsakasamhengi en hann segir að hlutabréfavísitalan, hún sé vissulega lægri en hún var í upphafi árs en hún er mun hærri en hún var fyrir kosningar, bendir hann til dæmis á. Þannig að hún sveiflast bara óháð þessu tiltekna máli. Elliði birti graf með greininni, þetta var einhver kall sem hafði reiknað út og ég er með það hérna til þess að sína þá sem er að horfa á sjónvarpið en er ekkert að hvetja fólk til þess að horfa mikið á þetta. Nei, alveg, þetta er líka miðst þetta skipta máli að vera að ræða þetta vegna þess að það er alltaf verið að halda okkur að arðsemi. Arðsemi er það hvað eigandi getur dregið mikið fé út úr rekstrinu. Ef við hækkum laun þá minnkar arðsemi. En það minnkar ekki þjóðhagsleg hagkvæmni að greininni. Nei. Þú veist, við megum reka bara... Ekki fiskurinn heldur áfram að seljast það sama virði. Okkar vegna má reka öll þessi fyrirtæki bara á nulli. Það er ekki gert svolítið mikið úr þessu sem hann er að skrifa Elli, er þetta ekki bara... Nei, mér finnst það að því að það hefur verið að... Nei, ég meina almennt. Nei, það hefur nefnilega búið að vera hálf heila þú almenningu það að arðsemi sé mælikvarði sem eigi að nota til þess að vita hvort að útgerðin sé góð eða slæm. Arðsemi snýst bara hvað eigandi getur tekið mikið pening upp úr þessu. Þannig að við erum að horfa á það hvað er mikið skilið eftir í byggðarlögunum, hvað er borgað mikið í skatta, hvað er borgað há laun og þar heldur göttunum. Herðu, Dómstóll ESB staðfesti niðurstöðu varðandi vörumerkið Æsland, þið kannið þetta mál. Já. Ég sá einu svona aukafrétt sem að tengist þessu. Að í einhverjum fréttamilum, ég held að vera á Vísi, að þá er Lilja Alfreðsdóttir að tala þetta mál. Og þá er hún að minna á að hún hafi byrjað málið
og að því að við vorum að tala Höllu Hrund hérna í gær, þá held ég að sé svona undir alda í fréttunum sem við erum að segja, forystu deila eða átök í Framsóknarflokknum, hver muni taka við að Sigurður Inga sem mun verða, ég ætla að spá innan árs. Já, áhugavert. Já. Það er sem sagt, hún vil minna á það. Já, og bara hún svona alltaf því fagnar sigri. En það veiti Framsóknarfólki ekki að því að minna á sig ef eitthvað sko gott liggur eftir það, sko. Já, það duði þeim ekki í kosningabaráttunni, það er ákveð kosningabaráttunni á því að þau eru svo duglegir í ráðuneytunum og gert svona mikið en samt náðu ekki árangri. Þannig að það er ekki alltaf gott. Nei, hún bendir á þetta sem að, þú veist, þú verður að segja í pólitík hvað það ætlar að gera, sko. En hvað hérna bara með þetta vörumerkjamál, skiptir þetta einhverju máli? Já, þetta er maðurinn, hann á fyrir að við notum Æsland. Þetta er maðurinn, hann keypti þetta og hann vill ekki að ef þú værir með eitthvað íslenskt fyrirtæki, segjum bara Samiri, væri auglýsa á bresku markaði hérna Æsland, þetta væri vara frá Æsland, að þá vill hann banna þér að gera það, vegna þess að hann á Æsland. Finnst þið það í lagi? Frekar Samiri eða maður sem á Íslandi, ég veit ekki. Segjum að einhver maður í veitingastæðin Shanghai hérna niður í bæ og hann banni öllum sem eru með fyrirtæki í Shanghai að segja sig frá Shanghai. Já, ég veit ekki. Nei, auðvitað gerir það ekki, en ég menn þetta hefði aldrei haldið neinu vatni, ég menn það er ekkert hægt að... Hann reyndi þetta, já, en mistókst, en hann hefur eitthvað frestað til þess að áfriða. Já, hann ætlar að halda áfram, held ég. Það er möguleiki að horfa á þetta mál sem átök á milli fyrirtækja og þjóðríkja eða almennings, hvort að fyrirtækin séu æðri almenningi og að sömuleyti þá held ég margir geti fagnað því að þú getur ekki bara stofnað fyrirtæki bara USA og bannað þeim að segja Made in USA. Herðu, að ráðast, þannig USA, að ráðast ekki á Moskvu, þetta eru samtöl sem að Trump á. Já. Það sem hann er að svona spurja Úkraínumenn, hafið þið gætu þið ráðist á Moskvu eða Pétursborg? Þetta er svolítið alvarlegt. Þetta var í Financial Times í morgun og það voru rituð upp þessi samtöl, þar sem hann er að svona í að því við Zelenski og eitthvað herfóringja og svona að einmitt gangast þetta langt að fara og sprengja Moskvu og Sankt Pétursborg bara til þess að koma einhverju svona sjónarmið í gang eða einhverju svona samtali aftur af stað friðaviðræðum. Þannig að hann sprengja í þágu friðar. Þetta er svona mjög amerískt. Já, þetta er mjög bandarískt. Og Úkraínumenn sögðust vera til í þetta, það vantaði bara vopn. Kannski ætlar Trump að redda þeim vopn til að ráðast á Moskvu. Við erum að borga, Evrópubúar. Já. En þá eru við komin í þriðju heimsstyrjöldina, þá eru komin bara átök á milli NATO og tveggja kjarnorkuvelda, Bandaríkjanna og Rússlands. Sumir segja að við séum löngum byrjuð í þriðju heimsstyrjöldinni. Það er alltaf upphafið, er alltaf fundið eftir á, sko. Já. Það er enginn sem að fattaði að daginn sem að heimsstyrjöld byrjar. Nei, ég veit ekki. Þannig að það eru margir sem vilja halda það fram að hún sé bara byrjuð og þetta séu átök sem eru hægt og bítast að myndast og margt sem er í kringum Trump og átökin í kringum Úkraínu og meiri sé yfir í Gaza og fleira sé bara merkið þess að það sé að heimurinn sé að skipta sér í lið. Herðu, það var skipt forsætisráðherra í Úkraínu. Hún heitir Júlía Svíridenko. Þetta er ung kona, 39 ára gömul, það er ung kona. Jú, hún... Þetta er nú bara eitthvað þínur ekki? Já, hún er bara mínum aldri. Sumir eru forsætisráðherrar í Úkraínu. Já, sumir eru bara forsætisráðherrar hér við Rauðaborðið. Já, þessi unga kona, hún er vinsæl á meðal Zelenski, fylgjandi Zelenski. Hún tók þátt í viðræðum við Bandaríkin og hefur verið svona... Hún var varaforsætisráðherra. Já, henni tíma og fjármálaráðherra. Já. En hún þetta er auðvitað sérstakt að því litunum til að ég meina þingið, úkraínska þingið þarf auðvitað samþykkina sem forsætisráðherra en það er auðvitað ekki kosið í Úkraínu. Sumir segja að það sé ólýðræðislegt, aðrir segja að það sé bara óumflýjanlegt vegna stöðunnar. Það er í stjórnarskránni að það séu ekki kosningar ef það er stríðsástand. Einmitt. Og það þetta er áhugavert en ég meina þingið er auðvitað allt á línu Zelenskís. Alltaf þegar það er ung kona sem er ráðin einhvers staðar í fyrirtæki eða þessi forsætisráðherra þá er það yfirleitt þannig að kallarnir hafa komið öllu í tjón.
Heldur það sé svoleiðis? Já, það getur svo sem vel verið og sé fengið þetta til þess að opna glugga og hleypa reiknum út. Það kannski sá sem fyrir var kannski orðið þreyttur á sig, sko. Langt síðan að núverandi ríkisstjórn komst til valda og búið að ganga á ýmsu. Ég myndi ekki vilja vera forsætisráðherra Úkraínu. Nei, ekki ég. Nei, það myndi ég ekki vilja heldur. En mér þykir vænt þú segir ung kona, 39 ára. Ég tek því. Það verður að tala pólitík, sko. Herðu, frétt úr Morgunblaðinu, bara Pappísblaðinu, sem við erum ekki oft með myndir úr því blaði. Það ráðherrann vill strandsiglingar. Þetta Eyjólfur Ármannsson, sem á nú ættir að rekja til sjómanna, ekki? Var ekki pappans formaður stýrimannsskólas? Jú, nei, skólastjóri. Já, skólastjóri. Guðjón Ármann. Já. Einarsson, nei. Guðjón Ármann. Herðu, strandsiglingar, þetta oft talað þetta. Já. Og þær voru lagðar af. Hérna, ríkiskaup voru selt og ríkiskip, það bara lagt niður með því og hugmyndi þetta var átti að vera svona svo fáránlegt ríkistæði í þessu og það leiddi til þess að bæði Samskip og Eimskip byggu til flota af flutningabílum sem að spæna upp vegakerfinu okkar við gríðarlega mengun og þá segja menn, heyrðu, við ekki að taka strandsiglingar aftur, segir Eyjólfur sem kannski eðlileg hugsun. Vandinn hins vegar sá að á meðan að þá hefur eiginlega öll verslun og öll þjónusta breyst. Búðirnar á Akureyri eða Egilsstöðum ekki með lager. Það allt miðað við það og færð bara vörurnar á morgni. Og þannig að það allt verslanakerfið orðið háð þessum fáránlegu flutningum. Þið hafi keyrt á milli Reykjavíkur og sérstaklega verið að gera kannski svona seint á kvöldin og svona. Þetta allan svona hringinn. Þetta rosalegt. Það ekki bara ferskvaran, það líka þurrvara sem flutt með þessum bílum. Já, því að það ekki lager, sko. Þú kaupir bara 1 kassa hrísgrjónum ef þú ert með búðu á Egilsstöðum. Þú ert ekki með lager með hellinga hrísgrjónum lengur. Því það bara borgar sig ekki, því það er bara dýrt að vera með húsnæði þannig ef hann ætlar að snúa sig við þá þarf hann að búa til eitthvað svona kerfi það að búa til vöruhús. Já. Lagera hér og það. En ég velti fyrir mig stundum sæmilega hraðskreitt skip sem færi frá Patró til Helguvíkur með fiskinn sem fyrir útveldsningin, laxinn. Já, í staðinn fyrir að hann sé að gera hina leiðina. Fara bara fram og tilbaka. Kannski 2 skip til að keyra þessar afurðir, sigla með þessar afurðir til Keflavíkur, engin vegarslit ekkert. Og hver á að borga skipið? Þetta heldur kosta ekki að flytja þetta með bílum. Það er svo ódýrt, sko. Þess vegna þetta flutt. Því að þeir sem að flytja þetta með bílum, þeir þurfa ekki að borga. Þó að bíllinn, ég man ekki hvað það var ekki, eyðir eitt svona trekklaðinn bíll af eldislagsi. Hann eyðir eins og ég man ekki hvað það var ekki 14.000 fólksbílar. Já, vegakerfinu. Já, bara einn bíll sem keyrir þarna. Já, fyrir utan náttúrulega eldsneytið. Já, kannski bara 3 bílar að þeir eyða næstu því sem bara keyrt allt sumarið þarna, og meira. Já. Í gegnum dalinn og svona, þetta sáralítil umferðina. Ég hef reiknað eitthvað bara yfir Hellisheiðina að 3 trukkar eyða meira en allir fólksbílar sem farið við daginn. Og innheimtan á vegagjöldum í takt við þetta? Nei, það hæst á móti í hólum held ég, allan að miða við þyngd. En ég veit ekki. Það verður að kanna þetta, hvort það sé ekki að vera með siglingar milli Patreksfjarðar og Helguvíkur. Það líka að koma til Akureyrar og Egilsstaða. Ég tala um að taka alla laxafurðirnar eða fiskafurðirnar og sigla með þess, þannig fyrir að vera að keyra þess að trukka á þessum lélugu vegum. Kannski tekst Eyjólfur við að snúa þessu við. Það er frétt frá Spáni, óverðir. Þetta ára svo eldri mann, það voru innflytjendur, eða voru þetta ekki hælisleitenda börn? Þetta voru nú bara, þetta voru annar og 3. kynslóðar innflytjendur frá Marokko, ungir menn sem eiga foreldra eða ömmur og afa sem komu frá Marokko. Þetta eru Spánverjar. Samkvæmt öllu. En þeir eru aðeins brúnni og fyrir vikið þá hefur svona risi núna svona rasísk öfgabylgja og miklar óeirðir þar sem að annars vegar eru svona innflytjendagengi og svo sem að fara bæi og borgir á Spáni
og slást við þetta innfædda sem eru að leita sér hreinlega af þessum sömu hópum til þess að berja. Þetta bara ljótt, þetta bara nýtt dæmið svona rísandi svona fasisma og rasisma í veröldinni og það mjög óhugulegt að þetta skulle vera að gerast á Spáni. Svona og þetta gerist þegar kemur frétt af því að einhverju drengir lemja gamlan mann. Og ef þetta væri hvítir drengir þá myndum við segja að vera eitthvað að heima af þeim. En að því að þetta eru brúnir drengir þá er eitthvað að bara þeim kynstofni og þá bara fara menn með heykvíslarnar og... Já, þetta kemur til með að hafa áhrif á, ég minna, nú erum við að horfa á eins og bara stríð í Gaza og þessi þjóðarmorðið og ég minna allar þessar hryllilegu væringar í heiminum, það er Súdan og það er mikið af flóttafólki, það hefur aldrei verið mikið af fólki á flótta. En á sama tíma erum við einhvern veginn í Evrópu farin að loka landamærum og vera svolítið svona, bara eiginlega hálfa ógeðslega í garð þeirra sem að leita á okkar, bara leita til okkar. Það er hugtak sem heitir aporofóbía sem er fæð á þeim sem standa veikt og það er spænskt hugtak vegna þess að það er spænsku félagsfræðingur sem var að velta fyrir sér af hverju er þessi andúð gagnvart hælisleitendum á Spáni. Því að við höfum aldrei verið með andúð gagnvart útlendingum á Spáni, það bara er ekkert í okkur kúltúr. Og þá bjóðum til þetta hugtak sem er aporofóbía sem er andúð gagnvart þeim sem eru bjargarlausir. Og þannig að það verður að hafa því huga því að þú getur verið voðalega ánægður með eitthvað sem er að spila fyrir Barcelona og er svartur á litinn og ánægður með hann en svo getur við fyrirlitningu gagnvart þeim sem er hjálparþurfi. Og þá ertu þá segir ég er ekki rasisti, ég og alveg hrifinn af þessum drengkarna nr. 7 í Barcelona, frábært. Ég skil ekki okkur horfðu svona mikið á mig þetta. Það má ég aðeins. Guðjón Ármann, fyrir skólameistari, er Eyjólfsson, eða var Eyjólfsson, hann er látinn. En hann er pabbi Ármanns. Eyjólfs Ármannssonar. Herðu, það er ein frétt hyggst ekki segja sig þrátt fyrir reiði vegna Epstein-listans. Það er Pam Bondi sem við höfum aðeins talað um þetta. En þetta er bara, við erum alltaf með þetta á dagskrá því þetta er svo stórt mál í Bandaríkjunum. Ég er svolítið veltið fyrir mér að munið ekki eftir svona málum í kringum Clinton og í kringum hvort það var eitthvað með vegabréfið hans Obama. Bandaríski fjölmiðlar geta bara hangið í eitthvað svona máli endalaust og ég veit ekki, ég er svo veltið fyrir mig, er þetta svoleiðismál sem er bara eitthvað svona furðulegt amerískt dellumál eða er þetta svona raunverulegt stórt mál sem að gæti fellt Trump? Þetta er raunverulegt stórt mál sem gæti fellt Trump held ég. Þetta, ég meina hann auðvitað lofaði þessu að þetta yrði allt afhjúpað og það yrði allri leynd aflétt en núna einhvern er hann farin að svona taka þetta tilbaka og það ég er búin að vera að sjá bara á mínu samskiptamiðlum að svona myndbönd frá svona maka fólki sem er að brenna húðan sína og að America Great Again húðnar og svona. Þannig það er komin mikil reiði, það er líka reiði í garð Trump vegna þess að hann er að moka svo miklum fjármunum í hernað og meðlans bara í Úkraínu og Ísrael. En hann er reiður á móti, hann var með einhverja reiðilestur á þessum samskiptamiðli sem hann á sjálfur. Hann sagði að þeir sem eru með þessi læti út af Epstein-skjólunum að þeir eru bara falskir stuðningsmenn og þeir bara pillið ykkur í burt. Og þetta, hann er að ávarpa eins og Tucker Carlson og hann er að ávarpa Steve Bannon, hann er að ávarpa ekkert smáræðis kannanur sem að það er kannski raunverulegt að tala að makahreyfingin geti bara klofnað. Svo er aðeins verið að tala að hann sé haldinn einhverjum sjúkdómum, það hefur verið aðeins borið á því að í svona opinberum heimsóknum og annað þá séu kamerumennirnir farnir að svona súma að höndunum á honum sem virðast hafa verið með settur upp einhver leggur þegar á kálfunum á honum af því að það er eins og hann sé með þvagpoka eða eitthvað svona ýmislegt svona og það er alls konar samsæriskenningar í kringu þetta Talandi um þessi að vera forsætisráðherra Úkraínu það lítur með kamerur á sér öllum en ég meina og þetta virðist vera komið á eitthvað flug ég meina hann gagnrýndi Biden fyrir að vera veikur með Alzheimer en einhverjir eru farnir svona að greina svona með aðstoð AI og við þurfum að ná að fjalla einhvern veginn svona makarhreyfinguna á næstunni og þessa stöðu. Herðu, frétt það er PCC, það er bakki, það er bara að vera lokaðar held ég.
Og þetta náttúrulega hörmungarmál, þetta hérna, eftir hruna þá var allt gert til þess að reyna að ná hérna einhverju svo kallar erlendi fjárfestingun í landið, bakki slapp einhvern veginn í gegn og er bara búin að vera tóm leiðindi, ég man ekki hvað bankarnir eru búin að afskrifa mikið af fé sem hefur tapast þarna nú þegar og það eftir að tapast gríðalegt fé og hérna, þetta er bara hörmungarmál. Það voru sko jargung, gerð fyrir það. Frá höfninni út af vinnarsvæðinu. Við veitum dæmi hvað menn voru að teygja sér langt þarna. Menn teygðu sig þarna í Helguvík mjög langt þar sem var eitthvað bara hálfgett bara svindl. Það voru ekki peningar á baku þetta og hérna ég kann ekki kannski rifja upp þá sögu seinna sem var hérna kísilver sem átti að reisa upp í Hvalfirði sem var algjör steypa. Bæði ætlar að gera þetta með einhverju nýrri tækni sem að enginn kannaðist við að væri til. En þetta eru fólk sem að óð hérna inn og var alltaf á fundum í iðnaðarráðuneytinu og vera eins og við þyrftum eitthvað á þessu að halda sko. Því að Íslendingar þurfa ekkert þeir eru með lífeyrissjóðakerfið, þeir þurfa ekkert af erlendri fjárfestingu að halda. Það er nóg af peningum hérna. Það vantar ekki sko. Nei, það er mjög alvarlegt ef að fólk verður að flytjast í burtu. Ég sé að hérna, það er svona helstu áhyggjur. Það er heilt hverfi sem var byggt þarna, ég kom hana stuttu eftir þetta fór í gang. Já. Það er eiginlega heilt hverfi sem var byggt upp bara til þess að hýsa starfsfólki sem býr hérna við Veinurðan. Melahverfi held ég að heiti. Mikið af innflytjendum sem býr þarna. Herðu, við skulum fara að setja þetta í hraðagýrin. Það er frétt sem að var með meðaltekjur 10 milljónir á ári. Þetta er úrklipp á mokkanum. Sko, þegar það verður að tala meðaltekjur, þá er það hérna, allar tekjurnar teknar og meðaltalið tekið og það er eiginlega ómark. Sko. Það eru miðgildi sem er merkilegra, sem þýðir það að miðgildið er 691.000 á mánuði. Helmingur þjóðarinnar er með minna en það, helmingur er með meira. Og 691.000 í fyrra eru sko 510.000 krónur eftir skatt. Að helmingur af þjóðinni sem er minna en það, er það ekki frekar lágt? Jú, það er frekar lágt. Það er bara flókið að lifa 510.000 krónur á Íslandi. Já. Þannig að skýta laun á Íslandi, við erum að hækka launin. Herðu, framkvæmdir eru á fullum gangi, þetta er hérna upp í Korputorgi og þar í kring. Þannig er verið að reisa enn eina svona klasan sem að verður Bíkó og Húsasmiðjan og Krónan eins og í Bandaríkjunum. Og hérna verður breiðurnar af sko, hérna, bílastæðum. Já, þetta fína byggingland verður notað undir bílastæð. Hérna, og þetta er ekki þéttingastefna. Sko þéttingastefna að þú setur sko þjónustuna inn í hverfin, þannig að íbúðinni geti labbað í búðina. En þetta er alveg dásalegt svæði. Ég meina, jú er ég alveg hann upp í Gráunum, svona steinsnar og þetta er þvílík perla. Þannig að það er ótrúlegt. Það skuli vera bara áætlanir og bara ég meina þetta er í fullum gangi. Þetta er Mosó. Mér finnst þetta dæmi að það er svo skipulagsmál í Reykjavík séu bara glórulus. Já, þetta er eitthvað stað Reykjavík. Já, þetta er hann að milli, Korputorg og það er þetta... Já, þetta er svona í framhald af Korputorg. Þetta eru verið blíkaststaðlandinu. Já, ég held að þetta sé ennþá Reykjavík. Nei. Það skiptir ekki máli. Allavega þá virðist vera að skipulagsmál höfuðborgarsvæðisins velli bara áfram. Og þeir sem að fá sínu fram eru verktakar og svona stór fyrirtæki eins og til þess að það var eitthvað tók ákvörðun að setja allar þessar stórmarkað út á Granda í staðin fyrir að það væru sko verslanir. Hafnsvækins það sem þessu átt að vera. Ég bý á Hverfisgötunni, ég þarf eiginlega að fara svona einu svona mánuð út á Granda að kaupa inn því mér dugar ekki búðurnar sem eru í hverfinu mínu. Samt bý ég í miðbænum þar sem eru sko besta nærþjónustan í greið fólki sem býr í öðru hverfum sko. Eins og í neðra Breiðholti búið að loka allt saman, allt flyttu yfir í Mjóddina. Þetta er mjög amerískt eða bandarískt líka. Það er svona einmitt, það þarf að heyra allt. Það var frétt grein í mokkanum sem að gervigreindin blekkir og mynd af stúlku á þríhjóli. Þetta er mynd sem er verið að dreifa netið sem á að vera úr Auschwitz. Það er eitthvað sem hefur fyrir því að búa til svona myndir og reynir að halda því fram að Auschwitz hafi verið eiginlega svona hálfgett ævintýra landi. Ég veit ekki hver tilgangurinn. En þetta er svona, að því að Facebooki mitt er orðið fullt af svona myndum og gömlu myndum sem maður sér það ennþá, en svo munum það náttúrulega verða þannig að maður hættir að sjá það. Maður sér það að þetta sé fake. Ég tók hérna eina mynd sem einhver dreifði sem er að sæfinnur á 16 skóm, sem er þekkt mynd og ef þið skoða hana, það er bara að laga hana, þannig hann er heldur ekki lengur á götóttum vettlingum. Og hann lítur bara ansi vel út kallinn sko. Já, sem er ekki rétt. Ég þekkt hann ekki, en ég held að... Nei, ég lesið hann. En ég held að þetta sé
að gerast fyrir framan augun á okkur, að smátt og smátt verið að sko setja einhverja svona slíki við fortíðina. Hafi ekki séð svona það sem hefur verið að bjóða manni forrit, það sem getur tekið mynda af að þínum og þú getur fengið svona lifandi mynd af þínum og svo þegar maður skoðar hvernig þetta er sýnt þá er eiginlega allir með svona eitthvað svona Hollywood brot. Þetta er líka mjög áhugavert sko, því að það var alltaf verið að tala samskiptamiðla og upplýsingaóreiðu og þetta er auðvitað bara einn af mörgum liðum í því að koma á eitthvað svona óreiðu sko. Ég veit svo sem ekki hver tilgangurinn með þessu við vitum nú all mæta vel hvað gerðist, ég meina kannski við komandi með eitthvað svona plan að skemma þarna komandi kynslóðir og hérna túlkun þeirra á Auschwitz eða En við þurfum að, nú þarf maður ábyggilega að viðhalda sko einhverju svona sýn á fortíðina til þess að vinna mót þessu. Maður þarf að fara í ræktina og skoða gamla myndir sem eru raunverulegar til þess að hægt og bítandi hætti maður ekki að sjá sko feikið. Herðu, við ætlum brenda með myndinni, það er skopmyndir í mókonum sem við nú ekki alltaf finnar, en ég valdi nú þessa rýra uppskera ríkisstjórnarinnar bara vegna þess að þessi skopmynda höfundur virðist vera saman okkur að ríkisstjórnin hafi verið með rýra uppskera eftir þingvöldunum. En ég sko, eftir að Ívar Valgarðsson byrjaði að teikna myndirnar í mókonum, þá var snöggtum betri en það voru. Hann hefur þessa sýn svona og gefur Halldóru ekkert eftir á köflum. Sko. Herðu, við ætlum að segja þetta gott af fréttum, við ætlum að hafa örstutt auglýsingahlé og svo kemur líka fólk að ræða Reykjaneselda. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna með rauðaborðið og fréttatíman okkar og við ætlum að ræða Reykjanesveldana nr. 12 eða ekki? Þorvaldur Þorsteinsson, ekki? Þorvaldur Þórðarson, já. Þórðarson, já, næstu bara við. Já. Og Dagmar Valsdóttir, hvað, gistihúsa eigandi það? Já, ég er það. Já, og svo situr Marja hérna með mér. Jú, ég er hér ennþá. Já, en er þetta óskup svona bara eitthvað ræfil sem er að fjara út? Þetta er aldrei ræflar, sko. Þetta er þó kosið sér misstór. Nei, ég er að vitna í fræðum að þetta. Já, og kosið sér misstór og missöflug. En þá, þegar við stöndum næst hliðina á þessu, þá er þetta náttúrulega mikið fengleg, sko. Þó það svona í hérna kannski stóra samhenginu, þá kallir mér þetta lítið eða ómerkilegt eða eitthvað þess aftar. Það er það aldrei. Það er það aldrei, sko. Og þetta eru mjög magnaðar atburðir og sem fræðum er mjög gaman að fylgjast með og maður getur lært mjög mikið á því að geta fylgst með svona atburðum frá A til Ö og þá skilur maður líka ferlið það er margt sem við eigum eftir að læra á samvarðandi eldgos og hvað keyrir eldgos áfram og hvað er það sem kemur þeim að stað og hvernig þessi hlutir allir saman virka en við þurfum að skilja þessa hluti til þess að geta komist kannski einhvern daginn á það stig að geta farið að spáð fyrir svona atburði og verið þá kannski með góða forspá sem að geta þá nýst þess að vara fólk við og hjálpa því við að bregðast vel við þessum hlutum. Hún myndi þá kannski nýtast einmitt eins og þér Dagmar sem að varst rýmt út í Það voru margir gestir hjá þér? Já, við vorum með 5 herbergi í notkun. Það var 1 par sem átti eftir að koma. Ég þurfti bara að láta þau vita ekki koma. Hallokað. En já, það væri rosalega gott að geta fengið svona smá fyrirvara. Vita sirka. Maður hélt að maður hefði það svona þetta er til í lok sumar þá þurfa að fara að hafa áhyggjur. En svo er ekki. Er þá sumari kannski farið bara hjá þér? Þetta verður, já, fullt afbókunum. Bara í nótt og í morgun og í dag. Bara alveg helling, sko. Við vorum ekki búin að fylla það. Sem var líka bara allt í lagi, byggumst ekkert endilega við því
en þetta lítur ekki droslega vel út akkur núna, ekki fyrir okkur. Nei, en þetta erlendi gestir vantilega saman. Já, og það nefnilega svo fyndið að íslensku bara vinir og ættingjar og fólk sem ég þekki, það alltaf svo bara, er fólk að gista hjá ykkur? Treystir það sér? Veit það hvað að gerast? Ég bara, já, það allt í lagi að vera hana. Það á meðan maður getur allan að farið út með smá fyrirvara. En já, þannig að mér finnst vera rosalega mikilvægt að við fáum stjórnvöld með okkur í það að þegar við sjáum að þetta ekki lengur ógn fyrir sjálfan Grindavík, að það sé opnað. Það núna þarf ég bara að fara að tala við gestina á morgun og segja, nei, ekki koma. Og það endalaustur að senda á mig, get ég komið? Í lagi að koma helgina? Já, ég get ekki lofað því, en jú, þetta lítur vel út, en ég verður að láta þið vita í kvöldi á morgun. Þetta ekki að... En þá ekki þú svara því, óvægt að þetta sem núna talsveit langt frá bænum? Já, þetta og mesta virknin nú vel utan við bæinn og það hefur nú ekki hægt að segja að það veri mjög mikið í gangi inn í Grindavík þegar við tökum tíman eftir 10. nóvember. Það gerðist mjög mikið í Grindavík 10. nóvember og þar voru skjálftar undir bænum og fólk fekk það bara beint í ylina. En síðan þá hefur virknin verið mun norðar meira og minna. Jú, það hafa skjálftar náð undir bæinn og verið skjálftavirkni og hún ekki þægilegt að finna fyrir henni svona ef maður óvanur því. En núna var ég í nótt og ég með Shefertík sem nú finnur fyrir öllu. Hún var svo róleg. Hún fann ekki fyrir neitt, hún skildi ekki. Ég var að tala að minn hefði verið órólegur hérna í bænum núna síðustu 2 sólarhringa. Ég kom í Kópavoginn aftur, þá fann ég titring þegar ég var að reyna að sofna í nótt 5 leytið. En það kannski einmitt að því að við fengum hérna spurningu frá Grindvíkingum að spyrja eldfjallafræðinginum hvort að þessi kvika sem væri að koma þannig upp, hvort hún væri úr Svartsengi, segi ég, eða hvort hún væri að koma annars staðar frá. Þetta mjög góð spurning og þau gögn sem við höfum í höndum í dag bendir til þess að þessi kvika sé að koma úr þessu grinnra hólfi meira og minna. Og það við sjáum það á efnasamsendingu kvikunar og eins ákveðna kristöld sem gefa okkur hugmynd hversu djúpt þeir að kristallast. Þannig að það allt sem við höfum í höndum bendir að kvika sem að koma upp í Sundhnúka gósunum og hún kemur úr þessu grunna kvikuhólfi undir Svartsengi. Og þetta líka þá? Þetta gós líka þá? Já. Þessi kvika? Það komur alltaf á sama stað og kvikan alltaf að nota sama raun og veru aðfærslukerfið. Það önnur stærri kvikuþró sem með miðju undir Fagradalsfjalli sem að ég gerða að kalla Fagradalsfjalls geymsluhólfið og hún og það geymsluhólfur á 9-12 km dýpi. Og kvikan sem að safnast fyrir sem atburðinu og að valda landrisin í Svartsengi, hún kemur úr þessu dýpra hólfi og flæðir þarna uppi og síðan þá pumpar inn í þetta grinnra hólf og þá lyftur upp þú þarf að búið til pláss fyrir kvikuna og þá myndar við náttúrulega ákveðin þrýsting inn í hólfinu sem að veldur spennumyndun í umslæðin, sérstaklega þakinu ofan á og þegar að spennan þegar þrýstingurinn meiri heldur en styrkurinn á skorpeninu ofan þá opnast fyrir eins og lýsir þessu, þá ætti að vera svo auðvelt að fylgjast með því eins og fyrir fólki sem þannig býr svona sirka allavega með einhverjum aðeins meiri fyrirvara að það myndi gerast. Nú ég búin að lýsa hvernig þetta kerfi og það kannski má bæta við það að við erum með tvenns konar kviku sem að koma upp í þessum gósum. Annað kvika þessi svona, hvað ég segja, stoppkvikan sem að koma upp og hún tiltölulega heit en hún líka að hita upp kviku sem að var í hólfinu fyrir og búin að vera það síðan og síðasta góstímabili sennilega myndast á tímabilinu 800 til 1240 eftir Krist og þú hitar það og þá fer svo kvika á hreyfing aftur og kemur líka upp í gósunum sem að skýrir mismunin á getur skýrt, ætti maður kannski að segja mismunin á rúmmáli sem er safnast fyrir og því sem kemur upp á yfirborð sem í síðustu gósum
var 3 gosum allavega, þá var tölvöld meira sem kom upp á yfirborð heldur en hafði safnast fyrir. Svona eigum við eftir að skoða þetta nýjasta gos, en síðasta gos að þá kom mjög lítið upp, en nánast engin kvika. En sko, hættumati sem að Veðurstofan gefur út, það byggist aldrei mikið af því að þeirri nálgun sem þeir eru með og þeirri túlkun sem þeir hafa, að þetta séu einhverju svakalega miklu ganga sem er að myndast í þessum atburðum, og það hlaupi kvika lengst norður eftir og lengst söður eftir, og það sé kvika undir Grindavík og það er kvika að teygja sig í áttina Vogum í svona gangi eins og það kallað, en ef þú tekur bara þegar vitnisburð sem við höfum þetta, að þá er þessi ganga sem að þetta er raun og allt saman útreiknað, bara sem sagt líkanreikningar, og þetta eru líkön, þetta er ekki byggt á, sem sagt, þetta er ekki gögn. Nei. Og ef þú tekur rúmulega á þessum göngum sem þeir eru með, þá er það mörgu sinni meira heldur en þessu kvika sem þeir reikna að hafi safnast fyrir í hólfinu. Og ef þetta er rétt, já, þá verður við að taka kvika eitthvað allt annars þar til þess að fylla upp í mismunnin. En hinn möguleikin er, svona túlku sem að Veðurstofan og fleiri vilja ekki skoða, að er raun og veru það að þetta séu tektónískar hreyfingar og það er gliðnun í gangi og þetta séu raun og veru keyrt af flekarhreyfingunum. Og við byggðum upp spennu í 800 ár og þá vorum við búin að toga sem sagt þessi samskeyti sem eru þarna á Reykjaneskaganum og teygja á þeim upp á 16 metra. Svo kemur kvika inn í skorpuna 2018 á 9-12 km dýpi og það er nóg til þess að raun og veru slíta teyjuna. Því að þá er komin alveg á 12 markum, það kemur bara eitthvað smá svona, ímyndað er að maður hefur látið steindett á það eitthvað þessu og þá fórum við að fá þessi gos, sem sagt, varum við komin í góstímabil, þá fórum við að fá þessa elda, eins og Fagradalsfjallselda og Svöngnuselda og annað, og við erum að losa svona þessa spennu smátt og smátt yfir þetta tímabil sem er sko 300-400 ár. Og þegar það sem sagt, ef að þessar hreyfingar, þær eru keyrðar af hreyfingu í möllinu sem undir skorpunni. Það getur hugsað eggjaskurn og þá er eggjahvíta þar undir og hún er að hreyfast og hún er að toga skorpunni sundur. Og síðan kemur að kvika og hún fyllir inn í eitthvað af þeim götum og sprungum sem að þau eru búin að slíta þetta, fyllir þá upp í það götu og sprungum sem myndast, þá þarfst ekki neitt vola mikið rúmmál. Og með þessi rúmmál sem er safnast fyrir, þá getur þessi svo kallaði gangar eða gosrásir sem hafa myndast, það getur verið miklu minni heldur það sem er verið að reikna með. Og ef þær eru mun staðbundnari og er sem undir bara sundnjúkum til dæmis, þá þarf hættusvæðið að vera miklu minna. Einmitt, væri það ekki frábært? Getum við byrjað og haldið áfram og það þarf virkilega að fara að hugsa þetta út að við getum ekkert haldið áfram svona, bara vera í hann alltaf í bara einhverjum helja greipum. Þetta, sko, það sem mér finnst mikilvægt, ef við skoðum þennan möguleika og förum bara í gegnum gögnin og reynum að vinna út því hvað er raun og veru, hver er staðan og hvað er réttast. Og það er eitt af sem var kannski mjög mikilvægt að bendi að núna 7 af 9 gosum á Sundungarðinni hafa komið upp nokkurn veginn á sama stað. Byrja alltaf á sama stað. Og tiltölulega stuttri sprungu sem hefur verið kannski 500-700 metra löng. Og ef þú skoðar afstöðu legu þessara gossprungu, miðað við hvar Svartsengi er og hvar geimstólfundi Svartsengi er, að þá er engin leið fyrir kviku úr hólfundi Svartsengi að fara í einhverju láréttu flæði og koma síðan þarna upp. Það kemur bara beint upp. Þannig að þó svo að við séum með skjálftavirkni sem er að færa sér lárétt. Það er þá flika. Þá ertu bara að brjóta skorpuna og brot geta, og ef þú ert að brjóta eitthvað, það getur það sprungu propagera. Það fara í sínur þess áttu, og maður sér þetta með sig, ef þú brýtur vasa og myndaði sprungu í vasa og fyrir að íta á hana, þá sérðu hvernig sprungan lengist. Og saman með bílrúður, ef þú ert að keyra og hristast, þá sérðu hvernig hún er að vaksa. Það getur alveg vaksið lágt og þá ert að brjóta skorpuna og þá myndar að skjálfta.
Það þarf ekki endilega að vera algjör samhengi á milli sem skjálftahreyfingana og kvikurhreyfinga. Það nálgun sem þau gefa sér sem að ég hef margar efasemdir og mér finnst mörgulegt ekki verið rétt með það sem við höfum að skoða. Ég get allavega sagt að það var ekkert jarðskjálfta og þegar ég kom í Kópavoginn eftir að vera búin að rýma frá Grindavík, þá skoðum við aðeins gögnin frá Veðurstofunni og sáum að það verið kannski 1,5, 2,5 í skjálftunum. Það er nú ekki mikið. Nei. Tíma sko. Þannig að það er ekki eitthvað sem maður getur hugsað okkar. Núna þetta, við getum reiknað þetta út frá því, ég get sagt við gestina, þegar það koma jarðskjálftar, þá þurfum við að fara að undirbúa okkur. Já, og það er það meðan virknin er þannig. Núna er 10. nóvember, þá eru miklir og öflugir skjálftar og þá er augljóst að það er verið að brjóta ansi mikið og það er miklar hreyfingar og annað. En sá atburður líka, hann er búinn að opna og liðka fyrir í skorpinu, búið til nýja sprungur og annað, þannig að það sem kemur á eftir þarf ekki eins mikið kraft þess að koma hreyfingum að stað. En myndi þér ekki finnast eðlilegt að lögreglustjórinn, almannavarnir og allir þeir sem ráða hvenær á að opna bæinn, að þeir myndu aðeins skoða þetta líka og hlusta á þig og svona. Jú, já, núna erum við fann að tala kannski uppsetningun á almannavörnum og viðbragðinu og öllu saman. En það skiptir máli fyrir okkur. Það skiptir hana mjög mikið máli. Við getum endalaust talað fræðin en við erum að reyna að þetta er líka svo mikið tilfinningalegt og svona. Já, ég alveg sammálaðir og þetta er hlutur sem við þurfum að skoða. Og ég ætla ekki að fara að halda því fram að ég sé með einhverja töfralausnir á þessum hlutum, en ég hef mína skoðanir á því. Og það kerfi sem við erum með núna finnst mér ekki vera gott, ætla ekki nægilega gott, þetta kannski segja, það getur verið miklu, miklu betra. Hvað erum við að tala um? Þá erum við að tala um það að Veðurstofan, hún er sett með eftirlitið og hún er ráðgefandi til almannavarna og síðan er almannavarnir sem að í samvinnu við Veðurstofan eins og ég skil þetta, að teka þá ákvæðunum hvernig hættum að það að vera og hverju lokanir og annað og síðan er framkvæmdavaldi hjá lögreglustjóranum. Og nú er ég ekki að segja við erum að fara að leggja niður eitthvað þessu leysi, heldur var kannski að efla þessi batteri frekar og Veðurstofan hún sinni sínu hlutverki mörguleiti mjög vel og eftirlitshlutverkinu bara mjög vel, það er ekki annað sagt. Almannavarnir þyrfti að vera óháðari eining í mínum mati gagnvart Veðurstofunni. Hún þyrfti að Veðurstofan kemur einhverjar ráðleggingar sem að er þeirra hlutverk, að þá fer það fyrir sérfræðingar sem eru hjá almannavörnum og óháðir Veðurstofan. Þeir rýna þessi gögn og ef þeir sjá sagt, telja að þurfa að ræða eitthvað frekar að skoða eitthvað betur, að þá geta þeir sent aftur til Veðurstofan eða það menna farið á fundið og reyna að finna út úr þessu. Og síðan lögreglustjórinn, hann þarf líka að vera með sitt fólk til þess að rýna og fólk sem þekki þá inn á bæði vána og hætturnar og hefur skilning á sem sagt lagalegu hliðinni og hvernig þú framkvæmir alla þessar hluti og annað og þeir geta þá rýnt það frekar og komið þá með ábendingar kannski þurfum við ekki að taka svona harkalega og svo við getum kannski gert þetta aðeins öðruvísi. Atburðirnir eru að breytast En svo þyrfti þetta einhvern veginn líka að vera í samvinnu við bæjaryfirvöld að það ætti að vera bara starfandi jarðfræðingar og vegum þeirra Okkur Grindvíkingum finnst eins og það sé ekkert hlusta á okkur. Já, það er mjög alvarlegt. Finnst ykkur að það sé gengið of hart? Allt of hart, það er allt í lagi. Ég skil vel að við þurftum að rýma. Bara mjög vel. Já, þegar það var gert. Já, bara núna í nótt. Ekkert má, ég er bara að tala um í nótt. Já. Þannig nú höfum við séð það eins og þú ert að tala um. Við sjáum alveg hvernig þetta er, hvar ofta gosi kemur upp. Þannig að við ættum nú aðeins að fara að skoða, þú veist, núna, hvernig eigum við, fyrirtækin, litlu fyrirtækin, meðal, hvernig eigum við að geta haldið áfram þegar líka ríkisstjórnin segir, jú, þið þurfum bara, við ætlum ekki að setja neitt pening í ykkar mál í bæinn, við ætlum að skoða og bíða, en síðan er á sama tíma verið að segja við okkur, haldið áfram, reyna að koma ykkur á fót, bjóða okkur upp á einhverja styrki sem við getum sótt og þetta er bara svo hlægilegt. Ertu búin að vera með þetta gistihús allan hennan tíma eða eitthvað? Já. Og þannig að þú eru En ég, út af því ég hlusta á þá sem vita betur, þá til dæmis í janúar þegar
miðjan janúar þá lokuðum við hugsaum bara ok, það að fara að gjósa 18. janúar þá fóru síðustu kúnanir út, gestinir út og við byggðum hvað í 6 eða 8 eða 10 vikur í manningin sem hvað við mikið og við vorum alltaf nei, við tökum engan sjans ég og maður minn, við erum ekki fyrir svona áhættu og svona spennu, við erum svona vola bara, þú veist, gestinu eru alltaf í fyrrarúmi bara alltaf síðan gerist þetta núna og maður bara svona, vá ámaður bara og þú veist Já, þetta er líka eitt sem er mikið sko, það er ofsalega gott að vera með svona hvað var að segja viðvörunarkerfi sem að þú veist er svona eins og götuljósin fer frá rauði yfir í grænt sko en ef þú ert alltaf á rauðu þá enda með því að fólk keyrir bara yfir fólk hættir að taka mark þetta er aldrei hættan það er svo mikilvægt sko og ég myndi að segja að þetta hefur nú batnað hjá okkur en við þurfum að vera með miklu meira samráð við byggðarlagið og við fólkið og það þarf að vera miklu öflugri svona beinni samræða bara við milli sérfræðingana og fólksins og hlusta á bæinn og hlusta á bæinn og hlusta líka á fólkið ég veit eins og bara reynsla frá Hawaii þar mæta sem sagt þegar atburður í gangi og það er einhver hugsanlega yfirvofandi yfir einhverju byggðarlagi þá mæta allir sérfræðingar eldfjallastöður á Hawaii sem heitir Hawaii Volcano Observatory það bara kemur sko, ekki einn eða tveir, þetta er bara flokkur af þeim og þeir sitja bara fyrir svörum við spurningum frá bæjarbúum þeir eru bara að tala við bæjarbúa beint Þeir eru að tala við fólkið og ég veit að þetta hefur verið gert hérna og maður verður alltaf líka að gefa kredit fyrir það sem hefur verið vel gert Já, en við mögum gera miklu meira af þessu alls konar og ég meina og varnargarðarnir og allt þetta ég meina það er auðvitað fullu vilji sér maður að koma til móts við fólkið þarna en samt sem áður þá segir fólkið í Grindavík bæjarbúar segja heyrðu, það er ekki verið að hlusta á okkur og við erum ekki alveg sátt við hvernig hlutunum er einhvern veginn svona ítt áfram án samráðs og síðan líka það, eins og þegar það koma fréttir, þá er ennþá verið að nota sömu myndir og sprungur sem er búið að gera við, það er ekkert verið að það er eins og það sé ennþá svona hræðsláráður ég er ekki fyrir það að vera ég er ekki uppalinn í Grindavík þannig ég var aldrei að leika með þarna þar sem allir voru hérna inn í þessum gígum og öllu en fyrir mér þá er allt í lagi að fá líka bara fréttirnar og fá fólki með okkur þú veist, við þurfum aðgang fréttafólks að svæðinu og bara reyna að hjálpa okkur markasetjum þetta gerum, ég er með alls konar hugmyndir það gerir það sko með sprúnusvæði, gerir þau bara af lokar þeim en núna sko, eins og þegar gestinni mínu koma þá er ég alveg að reyna að sannfæra það sé allt í lagi, það sé allt gitt af já, en ég skoði hérna á netinu og það er ennþá að Grindavík I would not recommend you to go to Grindavík þannig er það á Google þannig að þegar fólk er að leita þú veist, við þurfum að fá fleiri góða fréttir ég er ekki að tala um eitthvað að fegra eitthvað bara segjum líka hlutin eins og þeir eru eins og þú ert að tala þetta er núna þarna margir Grindvíkingar hugsa bara þetta er bara nær Vogunum heldur en okkur akkur ekki rætt það þetta sé ekki inn í bænum Já, en það er eins og ég segi, það er okkar þekking er orðið þannig að ég held að við getum alveg uppfært til eins og hættumætt og gert það svona aðeins raunhafara fyrir alla aðeila og það er bara eitt dæmi sem það er mjög svona skítur skökku við þegar maður sér að Grindavík er lokuð bærinn er lokaður en Bláa lónið er opið. Já, ég verð að segja, ég auðvitað fæ rosalega mikið af gestum sem er akkurat að fara í Bláa lónið eða til Keflavíkur. Þannig að ég er öll fyrir það. Ég var rosalega ánægð, það er ástæðan fyrir að ég keypti gistihúsið, það er staðsetningunni. En síðan þegar maður skoða fréttir og annað, þá til dæmis strax í morgun, já, Bláa lónið var rýmt og eitthvað svona, við erum líka með gistingu í Grindavík, það er ekki drætt hana, þú veist, við erum líka til það líka og akkurat ég er bara hrædd það að morgun þá verið sagt já, Bláa lónið er opnað og gistingi þar og er Norðurlætin geggjað en nei, við ætlum að halda áfram eins og hefur verið gert áður við ætlum að halda áfram að hafa lokað í Grindavík bara svona til öryggis, við vitum ekki út af hræðslu, út af sérfræðingar er ekki alveg vissum hvað mun gerast og þrátt fyrir að þið segið þetta ætti nú að vera allt í lagi
Já, ég með það engin, sko, það sem að mér finnst svo erfitt í þessu, þegar fólk að fara að tala þessa stóru ganga sem eiga að vera að myndast þarna og svo engin raunverulegu vitnisburður þessa ganga. Ef það væri gangur undir Grindavík, þá myndi maður reikna með því að hitaflæði myndi aukast, og annað myndi aukast í sprungum sem það allt opið þarna. Þá myndir að sjá, þú myndir líka að sjá meiri af gasi vera að koma, hvort sem það brennisteinn eða koltvísýringur eða eitthvað annað. Og það auðvelt að setja upp svoleiðis tækið og mæla til þess að fylgjast með slíku og þannig að þarna finnst mér svona menn leyfa sér of mikið að sitja við skrifborðið og vera að reikna og gera eitthvað hlut á tölvunni en ekki nægilega mikið á vettvangi og vinna hlutina út frá því og það mjög meira mikilvægt að skoða hlutina á vettvangi og byggja þá bæði ályktanir og túlkanir á því sem sérð í mörkinni og það bara eitt dæmi að stefnan sem menn fá út frá sem skjálftavirkni, bæði í Reykjanes og annars á Íslandi og brotlausnir sem gefa sér ákveði kynna, að það sem þú farið út frá skjálftavirkni, það stemmi ekki við það sem þú ert að sjá í jarðfræðinni. Þú ert að sjá á jörðinni. En er þetta að menn sé Nei, það er bara, þetta er eitthvað mun á milli. Gera of mikið úr kviku undir Grindavík og það er mitt mat, já. Ég vil líka, ég ætla ekki að fara að segja það ég vitið Nei. Eða hafi alveg 100% rétt fyrir mig. En ég vil fá umræðum það. Þú ert ekki að gíska á það, þú ert fræðimaður, sko. Ég vil að við ræðum þetta á bæði opinberlega, með allt upp á borðum og rýnum gögnin og þá komum við bara þá með rök, með og móti og síðan tökum við ákvæðan út frá því. En ekki bara að segja þetta er svona og við bara lítum ekki á neitt annað. Þannig eitt áhugavert ég sá í dag að sjómennirnir komu í land, þá var búið að rýma bæinn og þeir löndu nú samt sem áður á höfninni og töluðu þetta að það væri alveg með ólíkindum að bærinn væri tómur. Þeir skildu nú ekkert í þessu. Ég fór þetta aftur í morgun bara til þess að loka öllum hurðum og gluggum út á gosmengunni, ég vissi ekki hvort það myndi færast eitthvað og annað. Og ganga fyrir þótti og síðan tók ég einhver vídeo bara svona í ganni bara til þess að sýna fólki sjáið. Það er tómt en það er ekkert að gerast hér. Þetta er svo langt frá, maður sér ekki eins og gosin ef maður sé að keyra Suðurstrandarveginn eða akkurat Grindavíkurveginn. Manni líður ekki eins og það sé ógnana. Heyrðum í Helga Dan framkvæmdastjóra golfklúbbsins. Já, einmitt. Akkur er mjög ekki halda landsmótið, við sjáum ekki sinni gósið það. Akkurat. En síðan langar mig líka að nefna, þar sem ég er nú hér líka bara til þess að fræða fólkið, það er hægt. Það er grænt ljós á golfmótið. Já, yndislegt. Þá fyrir nú að opna Grindavík. En ég ætla að segja að það er mjög mikið sem líka bara Íslendingar geta gert til þess að aðstofa okkur við að byggja bæinn upp aftur á fyrirtækin. Það er ekki bara við að reyna að fá frá ríkisstjórninni aðstofa annað sem er ekki að koma. En til dæmis það bara að komið og farið í Discover Grindavík til hennar Kristínar. Fáið smá svona leiðsögn yfir bæinn, komið til okkar, gistið, ef þið viljið kaupi lopavöru frá mér, ég er alltaf að prjóna, skiptir ekki máli, farað á Papas, bryggjuna, skeifuna. Þetta er góður punktur. Já, bara takið þátt í endurvistinni. Ég fór með, stálpað úlingar svona barnabörn í Svíþjóð og þau voru í Íslandi í vor og við fórum í túr til Grindavíkur. Já. Og þau ætluðu bara ekki geta hægt að skoða myndina fyrir utan festi. Já, einmitt. Það er bara, aftur og aftur. En ég fæ síðan gesti. Alveg... Já, ég fæ síðan gesti út að ég er alltaf að flétta upp Reykjanes Vagnar, bókinni sem hann gerði sem var í Björgunarsveitinni, Helgi held ég hann heiti, manna ekki. Allavega, við erum með 2 svoleiðis bækur, eina heima og eina á gistiheimilinu. Og ég og maðurinn minn, þegar við hittum fólk, gestina, þá erum við svona aðeins að fræða þau þetta og síðan þurfum við ekki annað en að bara horfa út í stofugluggan og sjáið allt þetta, Víkurbrautin, hinum með við götuna við gistihúsið, það er verið að fara að fjarlæga öll þessi hús. Og síðan, en hér, þessu megin, hérna megin, þá er bara allt heilt. Það færiðist ein mynd svona og það brotnaði ein stytta.
þarna í nóvember 2023. Sen laðins herra í landinu heldur var stáður. En það líka magna. En nei. síðan kemur fólk og það alveg guð minn góður, hvernig líður, og ég bara svona, ég orðið vönisu, mér líður ekki illa, ég alltaf með tíkina mína, við löppum allt og bara, ég elska Grindavík og ég mun alltaf vera þar og fyrst var ég alveg á því að bara fá mig keypta út og bara klára þetta. En núna, ekki að það hafi verið rétt af stjórnvöldum að kaupa ekki út litlu fyrirtækin og meðalstóru, en þetta samt alveg, ég heppin að hafa séð alltaf jákvæða sem Grindavík hefur og ég sé fyrir mér að opna kaffihús og gera alls konar hjólaleigu og breyta bænum í Northern Light Town, þú veist bara, gerum þetta, við höfum tíma. Það ýmsi möguleikar. Ég finn nú reglulega til Grindavíkur og fær mér að borða ef þið með gesti. Humarpítsan á Papars, guð minn góður. Það bara mjög gaman að fara. Allir mín gesti sem tala við mér bara, wow! Og ég og maður minn bara fáum okkur á. Svo megu heldur ekki gleyma því að ástæðan fyrir Grindavík það sem Grindavík Það eru sem sagt hreyfingar eins og við erum búin að upplifa og eldvirkni sem við erum búin að upplifa sem gerðist áður. Síðast fyrir 2500 árum síðan og sennilega nokkru sem fyrir þann tíma. Og höfnin í Grindavík, hún kemur til vegna þess að Sigdalurinn gengur í gegnum Grindavík. Þannig að þú veist, þetta hangir dálítið saman. Og þess vegna svo líka mikilvægt að við lærum að lifa með þessu. Og vinna vel úr þessum vinna svona þannig úr þessum hlutum að það hafi verið minnst áhrif á okkar daglega líf. Já, og sína bara við erum Íslendingar, við kunnum aðlaga okkur að breyttum aðstæðum, bara vinnum með þetta. Þetta er orka. Með landinu okkar og náttúrunni. Það bæði sjórinn, það svo margt sem getur haft áhrif á okkur, en við erum líka það sérstök að við náum alltaf að aðlagast. Og þess vegna það líka ríkisstjórnin að hjálpa okkur út af því að við erum ekki mörg, eða þið geti ekki hjálpa líka litlu og meðalstóru fyrirtækjunum í Grindavík, en geti hjálpa einhverju öðru eða eitt peningum í eitthvað allt annað, þá verðum við Grindvíkingar alveg svona smá pirruð út af því að þetta okkur líður dálítið eins og leið að kemur eitthvað í fréttum, þá gleymist við. Og líka fólk hættir að hlusta á okkur. Þar til að gerast akkurat eitthvað eins og í dag, eða í nótt. Já. En það er náttúrulega nú búið að endurnýja orkugeiminn undir Svartsengi. Þannig að það verður nóg af jarðhita orku þar alveg næstu nokkur 100 árum. Það verður að finna einhverja viðskiptahugmynd sem maður getur nýtt alltaf þessu orku. Þetta er raun og verið ekki þannig. Þú getur alveg horft á það þannig. Það var bara verið að fylla tankin. Já. Þetta er ekki bara mínusar. Nei, það er fullt af pluss og það er svona meira almennt séð, þá gleymist það líka mjög oft að ástæðan fyrir að við höfum andrúmsloft á jörðinni sem sagt plöturhreyfingarnar, landreikið, eldvirknin og jarðskjálftarnir. Eldgosin, þau koma með ný gös úr iðrum jarðar, sem leysist úr læðingi í eldgosum og endur nýjar andrúmsloftið. Við höfum alltaf að tapa hluta andrúmsloftið út í geim og það eru eldgosi sem að viðhalda andrúmsloftinu. Kenn bara mengun. Og þess vegna er líf á jörðinni, horfið á Mars. Það er ekkert plötuhnygg, það er engin eldvirkni í gangi eins og það er ekkert andrúmsloft. Nei. Magna. Herðu, nú verið að minna okkur á að tíminn okkar er liðinn. Já. Allir til Grindavíkur. Já. Leggjum í hann. Opnum Grindavík. Leggjum í hann. En Gunnar Smári kemur hér með, ég held þessi Breki Karlsson. Já, Breki Karlsson ætlar að koma hér og tala rukku fyrir bílastæði, ferðir sem pleifellir niður, netsvik, raforku, frumvarp og fleiri. Það er endalaust. Þetta er endalaust. Endalaust. En takk ykkur, Þorvaldur, og takk fyrir komuna. Takk fyrir mig. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
Eitt mál sem við vorum eitthvað að reyna að setja okkur inn í en náðum ekki alveg, það sambandi við bílastæði gjöld. Þú varst eitthvað að kvarta yfir því hvernig var verið innheimt á þau? Já, það bara vilda vestrið í bílastæðamálum á Íslandi. Það er búið að braskvæða bílastæði. Allir og ömmur þeirra virðast ætla að fara að græða á því að senda eða rukka fyrir stæði sem hvort sem þeir eru hvar sem þeir eru. Já, þannig að ég geti farið eitthvað staðar og lagt eitthvað staðar og það væri 2 sem rukka mig. Það hefur komið fyrir, til dæmis í Hörpu, í bílastæðakjallarnum þar. Þar eru 2 aðilar sem við sjáum bílastæðin og þar er bara getur ef þú lendir í því óvart að keyra niður öðrum megin og upp hinum megin, þá getur þú fengið rukkun frá 2 aðilum. Þið hefur bent á þetta fyrir 12 árum síðan, ekki? Það er meira en ár síðan að við bentum fyrst á þetta og ekkert gert. Það hefur ekkert gerst hingað til. Við höfum hins vegar fengið lögfræðiálit hjá okkur og sem segir að það er ýmislegt í þessu sem er óeðlilegt og jafnvel ólöglegt. Við teljum að þessi vangreiðslugjöld séu bara innheimtu gjöld og þar af leiðandi fyrst að þurfa fyrirtækin að hafa innheimtuleyfi og vera undir þá eftirliti hjá fjármálaeftirlitinu. Síðan er þessi vangreiðslugjöld allt of há. Það eru ýmsir skilmálar sem eru í stæðanum sem eru ósanngjarnir samkvæmt samningalögum og ættu þá að falla niður. Og svo framvegis og síðan er bara mjög óljóst stundum klikkar appið eða stundum klikkar greiðslustöðina á staðinum og það er bara mjög erfitt fyrir neytendur og til okkar leita hátt í 20 neytendur í hverja einustu viku sem í vandræði með bílastæðagjöldin. Kannast ekki við að hafa átt í viðskiptum þetta fyrir allt er bara poppar upp reikningur til dæmis og það er engin leið fyrir fólk að ekki 30 daga þá hækkar þetta. Já og það er engin leið fyrir fólk að fá að vita fyrir hvað þetta er eða það birtist bara greiðslu í heimabankunum, engin reikningur, ekki staðsending, engin mynd eða nein sönnun á því að eitthvað hafi átt sér stað eða einhver þjónusta hafi verið veitt og sem framins það er svo margt í þessu sem þarf að laga og meðal annars og sér í lagi það að fólk á heimtingu á því að fá áheyrn og úrlausn. Það er að segja að það sé hægt að ná í fyrirtækin og það sé hægt að afgreiða málið með einhverjum hætti. Já. Ég hlóði einu sem við svona app í síma minn, ég veit ekki hvort að sé tilefni þess að rifja það upp, en svo var ég ekkert á bíl. Þannig þá byrjaði ég að fá rukkun fyrir appið þótt ég var ekki að nota það og þetta var eitthvað sænskt fyrirtæki held ég og ég myndi það eftir að Jón Oddsson lögmaður heitinn, hann hefði eitthvað sagt mér það að besta leiðin til þess að innheimta væri alltaf að senda CC eða afrit sent á ríkissaksóknara. Þannig ég sendi bréf með afrit á ríkissaksóknara og ríkislögreglustjóra og borgarstjóra Reykjavík og slapp þar leiðandi út úr þessu. Þeir ætluðu að rukka mig um það að vera með appið í símanum þótt að ég var ekkert að nota það. Við hvetjum fólk til þess að senda sem hefur til þess að hafa greitt óðurlega mikið eða greitt eitthvað vanskilagjald að senda með CC til neytendasamtakana og það eru leiðbeiningar á vefnum hjá okkur það hvernig best er að gera það. Ég og Jón Oddsson setja líka CC á ríkissaksóknara. Herðu, við höfum verið að ræða svona uppgjörið í þinginu og það er mál sem að ég veit að þú hefði viljað sjá að fara í gegn sem er afurðastöðamálið sem er leiðrétting á búvörulögunum sem að Viðreisn og Samfylkingin voru mjög hörð á móti. Þetta voru ekki í gegn. Hefur þetta afleiðingar? Ég held að þetta getur haft óafturkræfar afleiðingar og mjög slæmar fyrir neytendur og fyrir samkeppni í landinu. Þetta snýrist ekki það bara, það var ekki hægt að skrúa ofan þessu sem að gerðist í skjóli breyttra laga af því að Hæstiréttur samþykkir að lögin hafi verið lögleg. Þannig að þú heldur að slíki samrunnar getur bara haldið áfram? Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það til dæmis og við vitum að því að það eru þegar hafnar viðræður milli aðila til dæmis í öðrum próteinframleiðslu verksmiðum eins og grísakjöt og eins og kjúklingakjöt. Það sem eru svona 3 aðilar stórir, þegar ekki? 2 svona stórir og annar svona aðeins minni. Nákvæmlega. Þetta er alltaf þannig. Og þá erum við náttúrulega komin út í það að ef það verður farið út í slíkar sameiningar þá verður það óafturkræft af því að samkeppniseftirlitið hefur ekkert að segja ef afurðastöðvar sameinast. Og skilaboðin sem atvinnulífið er að þá að senda okkur þjóðfélaginu er að Ísland sé bara of lítið fyrir samkeppni. Að það eigi bara að vera eitt fyrirtæki í hverri grein og það sé bara nóg og það þurfi þá ekkert að fara eftir samkeppnisreglum. Það hefur þetta verið þannig að Ísland er of lítið fyrir samkeppni og það eru 3 fyrirtæki í hverri grein.
í tryggingum, í olíusölu, í dagvöruverslun og bara you name it. Þannig að núna getur orðið staðan í kjötframleiðslu, í svínunum og kjúklingunum, svo getur náttúrulega kjúklingarnir og svínin saminast. Nei, ekki nóg með það, heldur geta líka átt í samræðum skipt upp markaðinum þó að það sé áfram 2 fyrirtæki. Nú eru allan með þegar í hinum gerum, matvörugeirunum, tryggingageirunum, bankageirunum, þó að það sé 3-4 fyrirtæki í hverju grein, þá mega þau ekki tala saman. En það er ekkert sem kemur í veg fyrir það að afurðastöðvar tali sig saman, saminist til dæmis kaupa tollakjöt sem er heimilt og eða skipti milli sín markaðunum og svo framins og þetta hefur ekkert með bændur að gera. Þetta eru 2-3 stöndugar fjölskyldur í Reykjavík sem eiga þessi fyrirtæki. Það eru matfugfjölskyldan sem á meðal annars almenna leigufélagi sem maður ekki heiti núna, hvort það heiti Alma eða eitthvað. Nákvæmlega, og þannig að þetta er ekki svona, fólk sér fyrir sér svona fjölskyldubíli, eitthvað svo eftir sveita þar sem að fjölskyldan er að vinna bændunir eins og er alltaf í SS-auglýsingunum, þá er þetta ekki það. Nei, það er engin munur á kjúklingaverksmiðunum í Mosfellsdali eða kjúklingaverksmiðunum á Jótlandsheiðum eða grísaverksmiðunum í Dresden eða grísaverksmiðunum upp á Kjalarnesi. Það eru með þess að sama fólki frá sömu löndunum sem er að vinna í á þessum stöðum fyrir sömu launin nánast. Ég hef rættið áður samkeppni á raforkumarkaði sem hefur leitt til þess að þú eru að benda á það eini maður sem verið að benda á það verð á raforku hefur hækkað undanfarið. Og það hafa margir verið að benda á að það þurfa að gera eitthvað í þessu til þess að tryggja orkuöryggi almennings og orkuöryggi er eitt að almenningur getur fengið orkuna en svo er annað að getur fengið á eðlilegu verði, þess að ekki okra á almenningi. Það frumvarp er eiginlega ekki komið fram. Það var annað frumvarp sem áttilega hemja aðeins heildsölumarkaðin sem er eitthvað undarlegur. Það strandaði, en hvað var eitthvað sem að slapp í gegn? Það slapp í gegn frumvarpum sem segir að komi til skömmtunar þá eiga heimilin og litlu fyrirtækin að njóta forgangs, sem er fínt og gott, en það er ekkert sem kemur í veg fyrir að raforkan sé þá seld á yfirsprengdu verði. Það er ekkert sem kemur í veg fyrir það hækki upp úr öllu valdi. Og þá er það eiginlega bara þannig að þó að heimilin njóti forgangs, ef þau hafa ekki efni á að kaupa raforkuna, þá skiptir slíkur forgangur engu máli. Og þess vegna verður að vera verðþak á raforkusölu til heimilana. Nógu erfitt er nú að búa á Íslandi þó að raforkan fari ekki að hækka, hún hefur hækkað 16% á þessu ári og sem er 4 sinnum meira heldur en almennt verðlag og það stefnir í það að hún muni hækka mun meira, þannig að nógu erfitt er að búa hérna. Það var forsötu þess að geta búið hérna í kuldanum og í skammdeginu að það ljós og hiti sé ódýr. Og sér í lagi er þetta alvarlegt fyrir heimili sem búa á svokölluðum köldum svæðum, þar sem húsin eru hituð upp með rafmagni og þetta er bara stórt mál og mjög skrítið að þetta skulle ekki hafa komið. En er ekki skrítið að við séum lent í þessu vegna þess að orku fyrirtækin hafa yfirleitt verið í félagslega reikin. Við höfum náttúrulega Reykvíkingar hafa byggt upp orkuveituna og hitaveituna og rafmagnsveituna og síðan erum við með Landsvirkjun og svo eru til sambærilega fyrirtæki í einhverju mæli annar staðar. Er ekki skrítið að við séum lent í þessari stöðu? Af hverju erum við ekki með þetta sem grunninn af orkunni okkar að það sé ódýr orka til okkar? Í öllum þessum umskiptum þá bara gleymdust neytendur. Það er bara þannig að neytendur eru svo lítil stærð og þangað til, nú man ég ekki, langar að segja 98, þá 1998 þá var Landsvirkjun skyldu til þess að afhenda heiminu raforku, svo skylda var aflögð og ekkert kom í staðinn. Þannig að nú er verið svona aðeins að reyna að laga það að við skulum nú tryggja þeim raforku sem reyndar er skylda stjórnvalda samkvæmt 3. orkupakkanum. Þar segir bara hreinlega að ein af skyldum stjórnvalda í löndunum sem samþykkt hafa 3. orkupakkan sé að afhenda heimilum og litlum fyrirtækjum raforku sem er stöðug og á sanngjörnu verði.
Það hefur nú ekki virkað í Evrópu. Það hefur ekki virkað. Núna þrefalt verð eins og í Bretlandi. Það er konur út úr Evrópusambandinu. Venjulegt heimili að borga 3 sinnum meiri orku en það gerðu bara fyrir 4 árum. Algjörlega, en nú þeir settu í gang eftirástyrki og það er eitthvað sem við þurfum ekki að gera. Þannig að heimilin voru styrkt bæði í Evrópu og í Bretlandi til að borga ógræranum og við þurfum ekki að gera það. Við getum gert þetta fyrirfram að bara tryggja að því að heimilin á Íslandi nota bara 5%, innan við 5% af þeirri raforku sem framleitt á Íslandi og 5% og nú er að rífast veiðigjald sem er svona afgjald fyrir það að fá að veiða fiskinn í landinu. Við höfum lagt það til hjá Neytendasamtökunum að raforku fyrirtækin sem er að framleiða raforku verði gert að veita 5% af sinni raforku sem þau framleiða inn á heimilismarkaðinn til þess og við hefum ekki eins og til þess að gefa hann heldur bara á kostnaðarverði sem er fundið út af Orkustofnun eða sem er sama og er þetta ekki við vatnið og eitthvað fleira, það mátt ekki okkar á vatni. Nei, það er sem sagt hámarks arðsemis, það er sem sagt arðsemis þak á vatni, það er arðsemis þak á heitu vatni og köldu vatni og á flutningi rafmagns. Og það sama á náttúrulega eiga við raforkusölu til heimila. Svo með þessi fyrirtæki selja fyrirtækjum og stóriðinu á eins háu verði og þeim listir hitt 95% af þeirri orku sem þeir eru fram. Herðu, en þú sagðir áðan að neytendur verður svo litlir í huga stjórnvalda líklega að ég ætla að hitta Júlíu Solnes sem er fyrsti umhverfisráðherrann eftir og við ætlum að tala það hvaða afleiðingar það hefur að umhverfismálin séu sett undir iðnaðarráðuneytið eiginlega sem er orkumálaráðherra og ég veit að hann er á móti því. Og ég fór að velta fyrir mig svona leiðinni hingað uppi til ég er ekki svona fleiri dæmum að það er einhver einn ráðherra sem á annars vera að gæta hagsmuna framleiðandana og svo neytendana. Neytendamál eru undir atvinnuvegar þú getur hugsað þér Þannig að og fyrir ráðherra Þórdís Kolbrún sagði það bara hreinlega oft sinnis að það væri átök innan eða togstreita skulum við segja hvort hún ætti að fylgja neytendurum eða framleiðendum eða atvinnuvegar. En ef þú myndir labba inn í þetta ráðuneyti þá er þarna einhverjir kallar og konur sem eru að vinna fyrir landbúnaðinn og útgerðina og þarna það er eiginlega enginn sem er að vinna þarna fyrir neytendur, er það? Jú, það er skrifstofa neytendamála, já, það er það alveg. En hún er lítil með við hitt. Hún er, ég veit svo sem ekki, ég þekki ekki hversu stór, en það eru öflugt starfsfólk, en másinn kannski oft lítil. Eins og kannski að vera haldaði fram að umhverfis sjónarmiðin geti orðið í sameiginlegu ráðuneyti og maður heyrir það bara hjá ráðherranum. Hann talar eins og bara hann ætla að virkja allt. Hann talar aldrei eins og umhverfisráðherra. Nei, það er alveg rétt og það sama finnst manni stundum verandi fulltrúi neytenda, þá finnst manni stundum að atvinnuvegirnir fái njóti nú meiri stuðnings í ráðuneytinu heldur en neytendur. Því miður. Herðu, Play er ekki að fara hausinn kannski, heldur er að draga saman seglin. Þegar að síðasta flugfélag fór á hausinn, að þá voru þið svolítið að fjalla það vegna þess að þá höfðu margir keypt miða og eða ekki. Og líka þegar kemur COVID og svona, þá hefðu menn keypt miða hjá Icelandair og fleiri stöðum. Og þá átti svona færa varpaði yfir á neytendur, þeir myndu fjármagna eiginlega vandræði flugfélagana. Hvað gerist þegar Play leggur niður svona leggi eins og til Ameríku og er ekki einhverjir neytendur sem að eiga þarna inni að hafa keypt flugfarað? Jú, Play hefur verið og það gildir svo sem fyrir öll flugfélag. Það kemur fyrir öll flugfélag að þau þurfa að leggja niður eða fella niður flug. Þegar að flugfélag fellir niður flug þá má neytandinn velja tvennt, annars vegar að fá endurgreitt flugið og þá er hægt að gera það með inneign eða þá með sama hætti og hann greiddi fyrir flugið. Nú, eða það að flugfélagið þrátt fyrir að fljúga ekki á staðinn verður að finna flug eins nálægt þeim tíma og þú vilt fara og flytja þig fram og tilbaka með öðru flugfélagi. Og þetta hefur því miður verið misbrestur á að flugfélög og núna Play sé að segja fólki frá. Þannig að Play er ekki að gera samningu Delta að taka sína farþega? Nei. Það ættu nú að geta gert svona pakkadíl við eitthvað flugfélag og taka þetta bara yfir? Auðvitað ætti að gera það og það sem verra er að neytendur þekkja kannski ekki alltaf rétt sinn í þessum málum.
Og þess vegna svo mikilvægt að við erum með á Neytendasamtökunum ns.is/flug allar upplýsingar réttindi fólks þegar að eitthvað þegar verður einhvers konar röskun hvort sem þú týnir flugfélagið týnir töskunni þinni, hún kemur beygluð eða það verður senkun eða flugið fellt niður og við erum með á þessari vefslóð allar upplýsingar og flugbóta reiknivél þar sem fólk getur reiknað út bara nákvæmlega hvaða réttindi það á. Og annað í þessu að það eru óprúttnir aðilar, vil ég segja, sem eru núna að auglýsa þeir geti sótt þessar bætur fyrir fólk og taka alltaf þriðjung af bótunum sem fólk á fyrir að það eitt að fylla út eitt eyðublað á netinu og þetta ekkert mál að gera þetta. Og Neytendasamtökin hjálpa sínum félagsmönnum að sjálfsögðu að gera þetta og leiðbeina öðrum og allt þetta að finna líka á þessari vefsíðu hvernig hægt að gera þetta ókeypis. Það myndirðu flokka þetta sem svona netsvindl, nei, þetta bara venjulegt svindl, þetta ekki netsvindl. Þetta ekki svindl beint, sko, hann verið að svona elda, þetta svona bóta... Það mikið netsvindl í gangi, ég ykkur útlenskt númer, ég bara svara þessu ekki, ég vil helst bara að fólk hafi samband við mig bara með SMS fyrst, rókunni númeri, ég þurfti að kaupa vöru frá útlöndum, fekk ykkur tilkynningur á DHL, ég var svona að hugsa, já, býttu, fór okkur aðtóa hvort þetta væri raunverulegt, þorði ekki að svara þessu, því einhvern tíma fekk ég eitthvað svona, ég svaraði því ekki, að þá var að vera að reyna að narra út menni númer, það alltaf inn á Messenger, alltaf kom eitthvað fólk hver númerið þitt, þannig það alveg rosa mikið í gangi af svona svindli út allt. Það mikið áreiti og við séum mikla aukningu núna bara upp á síðkastið og líka þetta með gervigreindinni þá eru svikarhapparnir að verða betri og betri og þeir geta núna logið upp á þóst vera að hringja úr íslensku símanúmeri og þannig að fólk þarf að vera allavega að hafa varan á alltaf þegar þú svarar svona og líka það sem ruglar þetta svolítið í rýminu að nú eru stór og stöndug fyrirtæki á Íslandi að senda út tölvupóska sem gætu eins verið frá svikarhöfum. Þeir líta eins út, þeir eru með svona linka þannig að þetta mjög... Þeir eru sömu gervigrindinni innu. Já, og það bara ekki í boði að stór og stöndug fyrirtæki hægi sér eins og svikarhöfum því hverju á fólk þá að trúa. Já, og það ekkert öryggi, fólk heldur að það sé eitthvað öryggi í þessu stór fyrirtækjum eins og Facebook og svona, þeim alveg sama virðist vera. Þeir þykjast alltaf ætluð á tímabili að síða umræðinu og hvað vera, en þeir geta ekki haldið aftur af svikarhöfunum. Nei, því miður, og þetta nú eitthvað sem Neytendasamtökin á Norðurlöndum ætla að láta til sín taka. Það verið að skoða það. Hvort það sé ábyrgð Facebook. Hver ábyrgð Facebook sé í raun og veru. Herðu. Breki, frábært að fá því að koma hérna í hraðsóðnar neytendafréttir. Mér finnst að þetta að vera svona einu sinni viku á Ríkisútvarpinu. Minnst, sko. Minnst þeirra. Herðu, en þetta á samstöðinni. Ég ætlum að hafa stuttan auglýsingatíma hérna og svo kemur Júlíus Solness sem er fyrsti umhverfisráðherrann. Ég ætla að tala við hann þá tilhögun að hafa umhverfisráðundið inni í iðnaðarráðundið eftir augnablik. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Aðeins að ræða umhverfismál og orkumál hérna undanfarið út af ákvörðunum sem að umhverfis- og orkumálaráðherra hefur tekið varðandi vindmyllugarða í Garpsdal og svo ákvörðunum það að þrýsta í gegn Hvammsvirkjun þó svo að dómstólar hafa komist að þeirri niðurstöðu að það hefði ekki verið farið eftir lögum, þetta flókið mál þarna, þetta tengist vatnasviði sem ekki var rannsakað nægilega en þurfti að gera samband samkvæmt Evrópureglum. En þetta með að sami ráðherrann sé að vasast í orkumálum og umhverfismálum, þetta hefur lengi verið umdeilt og okkur langar aðeins að ræða þetta mál núna og þessum fengu hingað Júlíus Solness sem fyrsti umhverfisráðherrann. Já, takk fyrir. Velkomin.
Herðu, þegar það var ákveðið að hafa þetta ráðuneyti, þetta var í ríkisstjórn Steingríms Hermannssonar, þegar borgaraflokkurinn gekk inn. Já, heldur betur. Já. Var þetta eitthvað tíma rætt að þetta geti verið í sama ráðuneytinu? Sko, við rættum þetta oft, ég og Steingrímur, og það bar ofta á góma í þeirri löngu umræðu sem fór fram áður en ráðuneyti var nú til. En ég held að við höfum verið mjög sammála það að orkumála og iðnaðarráðherra mætti undir engum kringumstæði vera líka umhverfisráðherra. Þar takast á stálinn inn og það er hlutverk umhverfisráðherrans að gagnrýna hugmyndir iðnaðar- og orkumálaráðherrans og passa upp á að hann fari ekki fram úr sér. Svo það er afleitt að þetta sé sami maðurinn og ég benti á þá staðarind að það væri best að þeir væri ekki eins og í sama flokki. Því að ef þeir eru í sama flokki, þá er alltaf hægt að beita flokksaga og kannski verður minna úr gagnrýni umhverfisráðherrans á einhverjar kyndugar hugmyndir iðnaðar- og orkumálaráðherra. Og þá leistu á það að það væri umhverfissjónarmiðin sem yrðu að lúta í lægra haldi oftast. Já, því miður þá vill hann nú verða svo og ég leit á það að hlutverk og bakgrunnur umhverfisráðherrans væri sá að standa vörðum umhverfið og passa upp á að menn færi ekki fram úr sér í einhverjum hugmyndum þróun og annað þess háttar. Já. Af hverju var þetta ráðuneyti búið til í ríkisstjórninni þessum að... Það var nú búið að reyna að koma... Tengdist það þér, valdið þú þetta ráðuneyti? Já, nei, það má kannski segja að það tengdist mér óbeint en það var margbúið að reyna að koma á umhverfisráðuneyti. Það var þegar byrjað á því í tíð ríkisstjórn Geirs Hallgrímssonar á 8. áratugnum en það rann alltaf út í sandinn og það reyndu allir ráðherrar að koma á umhverfisráðuneyti en þegar þessi skrýtna staða kom upp þegar stjórnin sprakk í beinni útsendingu haustið 88 þá vildi engin ráðherra gefa eftir sitt ráðuneyti þegar við áttum að koma inn í ríkisstjórnina og þá kom upp þessi hugmynd að bara drífa í gegn að stofna umhverfisráðuneyti og mér hugnaðist það mjög vel því að ég hef alltaf haft mikið áhuga á umhverfismálum frá því að ég var bara smástrákur í sveit. En þegar þetta byrjaði, var þetta litið á þetta sem svona auka ráðuneyti, fannstu fyrir því eða? Jú, menn reynda að halda því á lofti sérstaklega stjórnarandstaðan í sínum löngu ræðum. En svo þegar, þetta var nú eiginlega keyrt í gegn með tvennum lögum. Þannig að fyrst voru bara lögin að breyta stjórnarráðinu, bara upptalninguna og heiti ráðuneytana, sem einföld breyting. En stóra frumvarpið var að flytja verkefni frá öðrum ráðuneytum inn í þetta nýja ráðuneyti og þar var það allt vitlaust og enginn vildi missa neitt og nema Svavar Gestsson, hann var eiginlega jákvæðustur að losa menntamálaráðuneytið við alls konar verkefni sem sátu þar inni eins og að stjórna Geysi og gosum þar meðal annars. Þannig að fyrst hefur ráðuneytið bara verið samtíningur á því sem verkefni sem mann lá fyrir þannig að það hefur tekið eitthvað tíma að móta raunverulega umhverfisráðuneytið eða hvað? Já, það var ekkert gert í 1, 2, 3, það tók einhver ár og svo komu ný verkefni sem aldrei höfðu verið prófuð hér fyrir, það var til dæmis þetta meta umhverfisáhrif stórframkvæmda og skila skýrslum hver þau væru og nota niðurstöður slíks mats til þess að bæta hönnunina og hagræða verkefninu þannig að minni umhverfisáhrifum. Og þetta var eiginlega fyrsta stóra verkefni sem fór í gang meðan ég var ráðherra og var kannski undanfarið þess lögi voru reyndar ekki sett fyrir inn í tíð Eiðs Guðnasonar sem tók við af mér. En til að gera gaman að þá byrjaði ég og setti á fót námskeið í hvernig ætti að haga sér við að gera svona mat upp í háskóla og það er kennt enn þann dag í dag að meta umhverfisáhrif af völdum skipulags ákvarðana og breyting á lögum og þegar farið út í stórframkvæmdir, bæði vegir, brýr og verksmiðjur og hvað eina og nú ekkert gert öðruvísi að áhrif slíkra
ákvarðanar séu metin hvaða áhrif það hafi á umhverfið. Já, og meðal annars ástæða fyrir að búið að bæta við það núna, meðal annars Evrópureglum. Já. Það er ástæða fyrir því að Hvammsvirkjun strandar, að það er bara eins og menn Já, það eru nýja reglur á Evrópusambandinu og þær reyndar komu nú síðustu aldamót, þá gaf Evrópusambandið út gríðarlega reglugerð hvernig ætti að haga svona mati og umhverfisáhrifum og það tók svolítið tíma að innleiða þær reglur hér heima en það hafðist nú að lokum. En í aðdragandinn að því að þetta ráðuneyti búið til má rekja alveg til ríkisstjórnar Geirs Hallgrímssonar sem er 74-78 og ráðuneyti búið til 88-89. Já. Og þá skiptir það höfumáli að þínum mati að þetta sé sjálfstætt ráðuneyti og sé ekki með orkuinnari. En núna í tíð ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur þá er ákveðið að sameina þetta þegar Guðlaugur Þór verður umhverfisráðherra. Já. Þá var alls uppstokkun á ráðuneytunum. Það var nú annað mjög sérkennilegt að þá voru menntamálin tekin og hlutu niður í marga parta og dreift á milli ráðuneyta sem engin botnar upp niður í. Þrjú ráðuneyti. Já, og þarna illu heilli var farin svo leið að sameina, eins og ég segi, tvo póla sem eiga ekki að vera saman. Mundirðu telja að þetta væri svo veigamikil ákvörðun að það mætti að líta á að sjálfstætt umhverfisráðuneyti að eigi bara þennan tíma frá þér og fram að Guðlaugi? Já, það liggur við, því að ég sé bara ekki hvernig starfandi iðnaðar orkumála og umhverfisráðherra ætlar að leysa þessi mál. Hann er í einu hlutverki þennan daginn og svo næsta dag að bregða sér hlutverk umhverfisráðherra að gagnrýna það sem hann gerði daginn áður. Þetta gengur ekkit upp. Já. En er það ekki sumstaðar í stjórnkerfum sem þetta svona? Ég er ekki matvælaráðherra á bæði að vera ráðherra þeirra sem eru að framleiða matinn og okkar hinna sem eru að neyta hann á að gæta neytendasjónarmiðum. Jú, mikil ósköp, það eru víða árekstrar. Já, en kannski ekki jafn veigamiklir á þessu síðan eitthvað. Nei, þetta er svo augljóst í sambandi við umhverfismálin að umhverfisráðherra sem einmitt að gagnrýna þá sem er að fara fram með einhverja framkvæmdir eða breyta, skipulagi þjóðarinnar, að það verður einhver að vera sem rannsakar áhrif þess á umhverfið og passar upp og þau verður ekki of mikil. Og það er það sem ég lærði í þessu þegar ég var að setja mig inn í þessar reglur sem eru samfara að meta áhrif á umhverfi af völdum alls konar framkvæmda og líka lagasetninga. Að oftast þegar svona mat á slíkum áhrifum er framkvæmd, þá skilar það af sér betri hugmyndu, þannig að það bætir til dæmis hönnun á verksmiðjum og það bætir kannski lagasetninguna. Það er hægt að taka tillit til áhrifana sem verða á umhverfið og koma inn mótvægisaðgerðum strax inn í lögin. Þannig að þetta er ekki neikvætt fyrir þá sem að vilja virkjanir, en svo virkjana sinna oft láta þetta sé bara truflun, þetta sé bara peningaðisla. Nei, alls ekki, því að gott mat á umhverfisáhrifum það á að vera til þess að bæta verkefnið. Þannig að það verði betra gagnvart umhverfinu og oft er það þannig að verkefni sjálft verði betra, líka tæknilega síðan. Ég hef oft séð þá niðurstöðu að mat- og umhverfisáhrifum leiðir einfaldlega til betri hönnunar mannvirkja og frágangi framleiðslukerfa. En þú horfir tilbaka yfir þessi 35 ár frá því að ráðuneytið var stofnað. Finnst þér að vera góður árangur að þessu? Á sumum sviðum. Ég er mjög ánægður með þessar hugmyndir að vera með þjóðgarða og vernda landið með þeim hætti. En sumt hefur látið danka og sérstaklega, þegar ég var í þessu, þá fór ég að setja mig inn í hvernig staða mála væri í bæði holræsamálum og sorphirðumálum og komst að því að þar var allt í steik. Þannig að við vorum aftarlega á merinni og mátti líka okkur við svona vanþróðu lönd í Austur-Evrópu að þessu leyti. Síðan, og það hefur ekki mikið gerst í þessu svið? Nei, mér finnst ekki að hafa gerst nóg í þessum málaflokkum og ég tek eftir því að umhverfisráðuneytið eða segja að ríkisstjórnin hefur tekið þann kost að vísa þessu bara alfarið til sveitarfélagana og láta þau þetta. En sveitarfélagin hafa misjafna hagsmuni.
þau eru lítil og stór og það er ekki nokkur leið að fá þau til að vera með samstillt átak í svona efnum. Ríkisvaldið verður að vera sá aðili sem markar stefnuna í svona málaflokkum. Já, ég man að Ingibjörg Sólrún sagði einhvern tímann að líklega hefði tiltekt í þessum málum, skolpmálum og verið stærsta verkefni sem hún stóð fyrir meðan hún var ráðherra, en líka það verkefni sem hún fengið minnstar þakkir fyrir. Það er bara ekki búið upp á eitt klapp. Já, ég er sammála því að það var enginn sem hafði áhugað í heyranettum sorpmál og skolp og síður. Vildi ekkert þau mál vita. Nei, þannig að það er kannski eðlilegt að það sé þá hlutverki ríkisins að ýta því gegn því að bæði eru sveitarfélög veik og það er kannski ekki þetta er ekki mál sem að kjósendur eru að þrýsta á Nei, en það er til dæmis bara gott dæmi eins og í sorpfirðinni að við urðum meira sorp á Íslandi heldur nokkur önnur Norður-Evrópuþjóð. Það er náttúrulega hægt að urða sorp í öllum nágrannalöndum okkar, en við urðum hér yfir 200.000 tonn á ári þetta samfélag okkar. Og þú myndir að nýta það ekki með því metanframleiðslu? Já, það er nú bara þannig að það er alveg sama hvernig maður horfir á þetta að 15-20% af heildarsorpmagninu, það er ekkert hægt að gera við það. Nema að brenna það, urða það. Herðu, ég tók eftir því að þú varst að skrifa svona gegn vindmyllum, ég veit ekki hvort þú setja á mótið þeim eða varst með svona einhverjar varúðarorð. Það virðist vera og við höfum svolítið rætt um það það eru umsóknir vindmyllugarða. Það er tvöfalt ekki orkuna sem verður framleitt heldur, það er eitthvað önnur mæleininga. Ég held að 20-30 svona verkefni sem að bíða og við höfum búið að hleypa einu í gegn Garpsdal og erfitt kannski að neita þá öðrum að því að fordæmið er komið. Já, mér finnst þetta stefna að vera mjög óheillavænleg þróun og ég er mjög hræddur þegar það er opnuð svona glufa vegna þess að það er eins og þú segir, það eru alveg ótrúlega margir lukkurittara sem bíða hér á hliðarlínunni og ætla sér að fá leyfi til að setja vindmyllugarða og græða mikið. Þannig að ég bara hræddur að hér stefni bara í svona ástand villta vestusins í þessum málum. Þetta verði jáfnvel verra en laxeldið. Af hverju? Hvað er það sem er hættulegt við vindmyllur? Það er náttúrulega, bæðir það að þetta er náttúrulega ekki fallegt að fara að hrúa vindmyllum hérna út alla koppagrundir. Við eigum fallegt land og svo er spurningin, þurfum við á þessu afli að halda? Við höfum gríðarlegt vatnsafl í landinu og við nýtum það ekki nærri nógu vel. Við gætum fengið, mér skilst að það sé auðvelt að fá 20% meira afl út úr raforkukerfinu, þar sé vatnsaflskerfinu, með betri vatnsmiðlunum. Og það hafa nú verið mikil andstaða gegn þeim, sérstaklega ef það eru upp á hálendi að setja vatnsmiðlanir þar. Þá er það að tala um að grafa einhverja skurða á milli? Já, en það er ekki saman hvernig þetta er gert, Það er hægt að gera þetta, þannig að þetta falli vel inn í náttúruna. En ég segi bara að mér finnst það æskilegri lausn heldur en að fara að hrúa upp vindmyllum. En svo er líka annað verra að vindmyllur, rafmagn, það orkar alltaf tvímælis, menn hugsa ekkert út í allt ferli frá hvað ég má segja, fæðingu vindmylluna til dauða. Og þá vaknaðu spurningar, er þetta svona umhverfisvænt eins og menn vilja vera að láta? Er það að tala um bara framleiðsluna á vélinni? Það er notað mikið að sjaldgæfum jarðefnum í vindmylluspaðana, því að ef ekki þá bara tætast þeir upp í rokinu og svo er að leggja veg. Svo er að leggja vegi og það er að steypa gríðarlegar undirstöður undir þessar stóru vindmyllur og skulum segja að þær eru fjallaðar eftir einhver ár, þá situr eftir steypulungur í náttúrunni og það bara alveg hrúa af þeim út um allt. Þannig að ég vil miklu frekar reyna bara að halda áfram með vatnsaflsvirkjanirnar hérna og reyna að fá meira út úr vatnsaflskerfinu. Ég held að við getum það vel. Og svo er annað að það er engin ástæða fyrir okkur að halda það að við eigum að koma móts við allar óskir að hinga geti bara allir komið til að fá grænt rafmagn og það sé bara einhver skylda okkar að láta þeim í raforku. Ef einhver dettur í hug að reisa hér gagnaver, já, þá bara
Það var orðið orkuskortur? Já, ég finnst þetta bara alveg fráleitt og það oft verið að telja manni trúum að við einir getum framleitt raforku, það að segja græna raforku, vatnsaflsorku og jarðvarmaorku. En almáttugur, við erum bara langt fyrir aftan kommu í þessu samhengi á heimsvísu. Orku, vatnsafls rafmagn sem hægt var að framleiða í Asíu og Suður-Ameríku dæmis. Þetta er mörgum stærðagráðum meira en það sem við framleiðum. Ertu þá að svara því sem stundum er sagt að við ættum að virkja og þó að við værum að virkja fyrir álver, að þá væri við raunverulega að hindra það yrði reist álver sem væri kerið á kolaorku ykkur starf annars. Já, almáttugur, síðast þegar ég gáði að þá erum við, held ég, í 20. sæti sem vatnsaflsvirkjunarland. Með því að Bólivía er með að virkja miklu meira rafmagn með vatnsaflendur en við gerum. Og þar eru alveg endalausir virkjunarkostir út allt í Suður-Ameríku. Þannig við eigum ekki að ganga og fágæta náttúru okkar? Ekkert endilega, ég sé enga þörf fyrir það. Og svo við björgum ekkert heiminu með því að eyðileggja allar ára á Íslandi. Til þess að koma einhverjum gagnaverum hingað sem annars getur bara verið í Bólívíu? Já, þess vegna. Þannig þeir finnst vera svona fölsk umræð að við þurfum svo miklu orku út á orkuskiptum? Já, svo sannarlega. En ekkert að meina að þannig að við getum bara nýtt það sem við búið að virkja og virkja kannski eitthvað fleiri vatnsaflsvirkjanir, mér heyrist að vilja það. En 85% af þeirri orku sem við framleiðum í dag fer í þessi álver og stóriðu. Já, ég vil nú bara rifja upp orð skólabróður míns Hjörleifs Guttormssonar sem sagði að besti virkjunarkostur Íslands væri að loka álverinu í Straumsvík. Ég er ekki að segja það ég gerist í dag en ég held að sé ekkit óeðlilegt að eitthvað af þessum gömlu álverum þau loki smá saman, sérstaklega í Straumsvík, það álver er náttúrulega bara komið inn í miðja byggð á höfuðborgarsvæðinu og mér finnst það bara ekki eiga heima þar lengur. En eins og ég segi, ég vil bara undirstrika það að við getum fengið miklu meira út úr vatnsaflskerfinu. Ég hef heyrt tölur að við getum aukið aflið í vatnsorkukerfinu nú sem við erum þegar búin að byggja 20% með betri miðlunum. Getum dunda okkur við það. Þangað til að því kemur sem er óumflýjanlegt að álverið í Straumsvík loki, eða ekki? Ég tel að það hljóta verða að lokum og þá náttúrulega losum við mikið rafmagn þar. Og kannski dettur inn bara 25% af allri orku. Ég hef í sjálfu sér ekkert amast við því að Landsvirkjun prófi að setja upp vindmyllur á hafinu við Búrfell sem þeir eru að gera. Og við Blöndu, ég held að vilja það líka? Já, ég myndi nú láta þennan fyrsta reit duga og sjá hvernig það þróast og gagnast. En að hleypa einhverjum lukkuritturum hér inn á þennan markað finnst mér algjörlega fráleitt. Finnst þér það að vera svona atriði sem mætti skoða í þessu, hvort að við værum með þessu að leyfa lukkurittur sem er mikið til erlendir í fjárfestar allra þjóða kvikindi sem er að sækja hér leyfi til þess að vera með vindmyllugarða, að þarna séum við raunverulega svona einkavæða raforkukerfið sem hefur verið í ágætis höndum hins opinbera. Það er svo sannarlega og ég óttast verulega að þetta geti leitt af sér hækkun á raforkuverði til almennings í landinu ef við farið inn á þessa braut. Og svo er annað að... Það leiði til svona markaðsvæðingu sem endanum við getum lent í svipari stöðu og íbúar Kaliforníu og fleira og náttúrulega Evrópu sem að vann á bara eftir innrásina í Úkraínu sem að Evrópubúar lentu bara í stórkostlegum vandræðum út af markaðsvæðingu raforkunar. Einmitt, heldur betur. Og ég held að við erum vön því að búa hér í landi þar sem orkan er ódýr og það er alveg svakalegt ef allt í hennu bara sitjum uppi hér að orkuverð hefur fjórfaldast í verði og ég er ekki vissum að fólk verði almennilega ánætt með það. Nei, hún Hallar Hrund hefur svolítið verið að ræða þetta. Já, en svo er eitt líka annað í þessu að vindaflið er þannig að það er þó ekki nema, það er ekki virkt nema kannski 36% á árinu. Og það þýðir að ef þú ætlar að fara að fæða einhverja verksmiðjur með þessu rafmagni, þá verður að hafa varaafl. Og ég hef heyrt þessa talsmenn fyrir einkaaðila sem ætla að byggja vindorkuver, að þeir nánast bara segja að Landsvirkjun bara verði að útvega þetta varaafl sem þurfið og sumir tala að það þurfi að vera til varaafl fyrir hvert einasta vindorkuver upp á 90% af því afli sem vindorkuverið framleiðir.
og Landsvirkjun svarar alltaf því til að þeir hafi ekkert afgangsafl og geta ekkert skaffað svona og þá segja bara hini að bara ríki verður bara að sjá þetta. Já, ég held að þeir vísi bara til svona eins og samkynnislaga að staða Landsvirkjun og orkumarka sé svo sterk að þeir verði að verða víkjandi framleiðandi. Já, nákvæmlega og sko þess vegna held ég eins og ég segja að þetta stefni bara hraðbyr inn í að verða hérna eins og í villta vesturinn í gamla daga. En á hverju ekki svona þroskar umræða þetta eins og það kom mér á óvart þegar ég sá þetta leyfi veitt á Garðstað. Mér fannst þetta vera bara eins og þetta væri valla byrjuð umræðan? Nei, og mér finnst það vanti sko umræðum þetta á Alþingi sko ríkisstjórnin hlýtur að verða að marka einhverja stefnu í þessum málum. Hvað vilja, hvernig ætlar að haga orkustefnu til framtíðar og með án vindorku? Þannig að mér finnst við bara að ana áfram, sko þetta nákvæmlega eins og með laxeldi finnst mér, þetta stefnir alveg í sama farveg. Júlíus, þú ert verkfræðingur og þú vannst í alls konar svona verkefni sem var tengt bara jarðhræringum og eitthvað slíku, það ekki rétt minna hjá mér? Jú, ég byrjaði nú á því að ætti frá Akureyri og fór til Japan og var þar í heilt ára að læra hvernig ætti að hanna mannvirki á jarðskjálftasvæðum. Það var svona það sem ég byrjaði með. Og svo lendi ég náttúrulega þarna í að starfa með föður mínum að ég byggja á Kröfluvirkjun og þá fekk ég gríðarlegan áhuga á sko jarðvarmaorkunni og finnst hún vera mjög spennandi kostur. En þar gengu í gegnum Kröflueldar sem eru svolítið líkir af því að það var ennitt gosið í dag. Heldur betur og það hefur nú mikið verið mitt talað sko samlíkingu við Kröflueldarna. Þeir stóðu nú yfir í næri 10 ár og dögðu, ég man ekki hvort það voru 9 gos sem við fengum á þeim árum. Og hægt að telja bara eins og verið að gerast núna, man ekkert hvað þetta gos er. Nei sko, og vorum talað að ég og dóttir mín áðan að það var allar maður kippið sér við sko þó að ég satt frá því útvarpið að ég hafi gos. Það hefur eiginlega hægt að hafa áhrif á mig. Það er bara aðtöku að það sé eitthvað nálægt byggð og ef það er ekki þá missir maður á hann. Já, þá bara missir maður á hann, þetta er alveg ótrúlega ástand. Hefur eitthvað verið að velta fyrir þér svona Suðurnesja eldjum? Ekki svo sérlega mikið, sko ég gerði það aldrei þegar við vorum að skrifa bók náttúruvá hérna fyrir 10 árum síðan. Og þá man ég að þeir skrifuðu kafla í myndum Reykjanesskagan, Kristján Sæmundsson jarðfræðingur og Magnús Ásgeirsson að ég held. Og Kristján setti það fram töflu sko, hvernig þetta hefði hegðað sér frá ísöld. Það hefði verið 850 ára goshlé og svo komið 250 ára gosskeið og það passaði alveg að það var akkurat komið að nýju gosskeiði. Það mátti bara lesa út úr töflunni hjá honum og þannig að hann hefur svo sannarlega haft rétt fyrir sér. En þannig voru reistir miklu varnargarðar í kringum orkuverið í Svartsengi? Já. Og ég held að það hefur sýnt sig að það hafi margborgað sig því að við verðum að reyna að verja þetta orkuverð með öllum tiltækum ráðum. Það er alltaf að vera svakald að missa það. Já, það er náttúrulega bara að vegna þess að þetta er eiginlega eina orkan, eina heitavasorkan sem að fyrir út á Reykjanes. Akkurat. Þegar fyrsta gosið var náttúrulega í vetur og var eiginlega stór hætta fyrir alla íbúa Keflavík og Njarðvík. Já, heldur betur og ég bara get ekki hugsað þá hugsun til enda hvernig við leist það máli ef við höfum misst Svartsengi. Orkuverið þar, það er alveg skelfilegt. Herru Júlíus, gaman að fá þig að ræða hvort að orkumál og umhverfismál eiga að vera í samráðundinu. Þú ert ekki á því. Takk fyrir. Takk fyrir það. Já, þetta er lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka Júlíusi og öðru gestur sem hafa hingað komið og Maríu, Lilju og Sigurjóni Magnúsi fyrir að segja fréttir hérna við Rauðaborðið og taka viðtöl og Maríu Pétursdóttur fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa. Það eru þið sem að breyti þessi samtali okkar í fjölmiðlum og þau hefur líka byggt upp dreifikerfið bara með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna. Þá finnur fólk efnið okkar á Facebook, á YouTube, á síðum samstöðunar. Við erum líka öllum hlaðvarsveitum, bæði undir nafni samstöðunar og líka einstakra þátta. Við erum í útvarpinu og stór höfuðborgarsvæðinu á 89,1 á FM. Það er sendingar nást alveg upp á svona sunnanvert Snæfellsnesið, lengst upp í Borgarfjörð, upp á litlu kaffistofu og út á Reykjanestá. En þar fyrir utan má hlusta á útvarpssendingarnar á spilarann, spilari.is er á netinu og svo er spilari líka app sem má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útvarpsstöðvar, hvað sem er í heiminum.
Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem svo heppinn að skipta við fjarskiptafyrirtæki Síman. Þar eru við númer 5 á fjarstýringunni. Kannski ef til vill munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum líka upp á efni frá samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðunar. Það sem að knýr samstöðuna áfram með sáhluti áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur. Þá leggur fólk eitthvað til í hverju mánuði. Grunnáskriftinu 2750 og þetta safnast upp saman svo að við getum rekið hérna öflugan umröðu vettvang og erum núna að þróa okkur áfram í því að vera með eins konar fréttatíma eða fréttir að hætti samstöðunar. Ef að þú hefur kannski fyrir löngu ákveðið að samstöðin sé mikilvægt fyrirbrigði í íslensku samfélagi, mikilvægt fyrir lýðræðið, en þá ættir þú kannski að láta verða að því að skráði sem áskrifenda. Það gerir með því að fara inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift, það getur skráði fyrir 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósið getur látið áskriftina reyna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta fjölmiðl og umræðuvettvangur í eigu hlustenda og áhorfenda. En þetta gott í bili, hérna framundan eru endursýningar á hluta því efni sem við eigum hér á Lægar á samstöðinu. Við höfum verið að taka upp efni hérna í nokkur ár, mikið efni og enginn hefur séð það allt. Þannig að í sumar eru við svolítið að rifja upp eldra efni og spila það hérna eftir klukkan 9 á kvöldin og fram eftir nóttu. En við sjáumst hins vegar aftur á morgun á slaginu 7, þá var það fréttir samstöðarinnar. Takk fyrir í bili.